sólarhring á bensinstöð. Ég get það dregst af klukkutími fyrir hverja pulsu sem ég borða. Þannig að ef ég borðaði 12 pulsur og það er bara að vera í 12 tíma. Getur En auðvitað. ég held að ég eigi bara eftir að borða þessar pulsur allar í frá City. Gekja, þá áttum við bara að byggja pulsa og þú veist, við getum alveg hlegið og skemmt okkur í því. Herru, ef við ekki að byrja þáttinn eða? Jú, gerum það. Gekja. Já, kæru hlustandi, það er 15. lotan sem heilsa okkur á geggjuðum mánudegi, hreint stórkostleg helgi að baki Glacier Fight Night 1 og UFC 322, bæði geggjaði viðburðir, en já, kannski málan er Glacier Fight Night og til að fagna Glacier Fight Night fengum við til okkar tvo góða gesti, það er Anton Smári Hrafnhildarsson og Ari Býring, sem er náttúrulega áttu co-main event bardaga kvöldsins og fyrsta svona Ísland vs. Ísland bardaga sögunar. Já, galið sko. Galið, gott að fá okkur. Hérna, með kannski draga til eitthvað sem mækana, svona, þú veist, laga það aðeins til og þetta það er alltaf, það er alveg að fiffa þetta og svona. Við báðum skemmtilega slasaðar eftir þetta, báðum með myndalega skurði og glóru og... Það er fæðingabætur. Lasa lagið þinni. Þinn má kannski vera aðeins hérna. Já, hvað segir, hvernig var tilfinningin að mæta öðrum Íslending? Byrjum með þau bara því. Mér fannst hún alltaf mjög sko. Einhvern veginn, þetta er náttúrulega annar bardagur en ég get ekki eitthvað greið fyrir því hvernig mér á að líða. En að vita, maður veit mikið þennan mann sko og maður veit alveg hvernig stílinn hans er og allt þetta sko. Síðan bara, ég sá hann í Mosó á 50-deginum, þannig þetta er bara svo lítið land og maður svona aftast í heilunum bara já, ef eitt af okkur rótast á fyrstu 10 sekúndum og maður rekst á annarkvæmst í kringlunni eða eitthvað, það er bara ekkert eðlilega óþægilegt sko. Ég held að það eru undir. Leiði ykkur saman þarna á 50-deginum Já. fyrir. Það Fyndi hvernig aðeins mér uppkastinu. er mjög fyndið. Þú varstu bara eitthvað á Víðavangi í Mosó og mættur hún bara eitthvað á bensinstöðu eða eitthvað? Ég var í klippingu sko og ég sé hann, ég var ekki viss, ég held ég var bara klippt. Það var kóla hérna og ég bara held ég var alveg farin í hausnum. Sé ég einhver labba hérna frá mér bara klippa, ég sé labba út, þetta er hann. Ég er náttúrulega í miðri klippingu, get ekki farið fram eða út af heilsunum, þannig að það er ekki bara að lifa með því, bara það getur gerst. Já. Það er að lifa mínu nú. Það er bara ógeðslega fyndið að þetta sé eitthvað svona, maður hefði ekki pælt í þessum vinkli, skilju. Ísland og Reykjavík, bara pínu lítið. Og þú veist, gæði sem eiga að fæta og kannski bara búið að plana kannski, þú veist, eða þú verður búið að plana með 2 mánaða fyrirvara eða eitthvað. Það er alltaf að reykast það. Já, það er mjög spes. En fyrir þig, Anton, fannst þér eitthvað öðruvísi við að mæta? Mér fannst það frekar svipað, sko. Ég alltaf þegar ég er að keppa, þá er það bara, þú veist, ég er lítið að pæla í öllu nema bara, þú veist, ég veit ekki, ég er bara að keppa, þú veist, ég er ekkert að pæla hver þetta er eða hvað hann gerir, ég er bara svona, hugsa bara, þú veist, við erum bara að slást. Það er ekkert eitthvað mikið annað. Eina sem ég svona virkilega pældi, ég er bara, hann er svo ungur, ég má ekki tapa, ég reyndi þú veist, ekki ómikla press á sjálfum mig, bara eitthvað, ég verð að vinna. En þú veist, á sama tíma, það var hugsun sú, sko. En ég reyndi svona að blekkja mig, það er bara allt í lagi, það er ekkert að gerast. Engar áhyggjur, en já. En mér finnst það mjög svipað, sko. Mér finnst það vera bara... En fannst þið fyrir svona pressu, svona smá auka pressu? Sko, eftir að þetta er búið og ég vann og geti sagt, þú veist, já, en á þeim tíma ég get ekki sagt við sjálfan mig að ég myndi finna fyrir pressunum, þá myndi ég bara performa vel, þá myndi ég vera bara svona smá panik í einhvern veginn. Og þetta þegar, þú veist, ég er með meiri reynslu og svona, þannig ég bara, já, það var auka pressa, sko. Já. Hvað er þið mörgum árum eldri? Hvað er þið gaman? Ég er 24 ára, sko. Hvað er ég, 6 árum eldri eða? Já. Þú barist alltaf móti alveg rík fullorðnum manni þarna í fyrstu bardaganum, það ekki? Hann er 24 ára líka. Já, ok. Einhvern veginn eftir. Já. Þetta er eitthvað skinhead sko. Það er spjalla við hann. En þú varst 16 ára á þeim tíma, eða ekki? Nei, ég var 17. Þú varst orðinn 17?
í streyminu maður. Já, Ég er 18 núna, ég var 17 þá, en þegar ég var 17 núna og 16 þegar ég gett senast. já, ég hef eitthvað, já, ég hef eitthvað farið á Ég mig. hefði bara ekki fengið leyfi til að láta 17 ára gæja að berjast. Nei, mér fannst einhvern veginn eins og það væri bara nokkur dagar í 17, sko. Þetta var í mars, já það var í nóvember. Já. Og mann Bjarki spurði mig, hvenær það ammæli? 1. nóvember. Og bara svipurinn á honum, sko, að hann var svo relieved, sko. Miklu meira að vesa að leiða mér að keppa yfir undir það. Já, alveg klálega, sko. Ja, við höfum lent í verið sem við þurftum að kippa stöðlum út á Coolbet, sko. Hérna, og það var 17 ára að barast fyrst, sko. Það var búið að opna stöðlana á þér, þú veist, það var þetta veðið á þig þegar þú barðist fyrsta barða. Svo bara var fatta bara hefði þessi strákur í grunna áslum að það bara að kippis út, sko. Ó, ég veist ekki eins og það væri þeng. Yfir 18. Já, þeir sem að náða að veið út af, en svo var þessu bara kippt út þegar það var fatta, þeir hérna hjá Coolbet föttuðu. Það var undir 18. Okay. Og núna passa þessi alltaf að spyrja mig alltaf, er alveg allir orðnir 18 núna. Já. Það væri þetta alveg klikkað, þú mætti setja börnin í búr og láta þau berjast í vendi. Klikkað. Það er alltaf, þú veist, Instagram líka sem séu stundið er eitthvað slást og maður veit að þetta bara Já. peninga þóttir er eitthvað mafíu. Það er nálega hérna, á Golden Ticket hafa alveg verið pínlítið krakkar. Já. Það var bara 10 ára krakkar, sko. En þeir mega ekki kýla í höfuð, sko. Þeir mega bara gera body hug og spörk. Þannig að það er eitthvað svona. Einn af þeim braut alveg höndina seinast, sko. Það var hann kætti á IMAF og við hittum hann í gymminu og vorum að hitta upp og hann var eitthvað að tala við okkur, tala við Gunna og svona. Síðan hittum hann aftur, þú veist, eftir á Golden Ticket og hann bara brotna hönd og svona, það var svo leiðilegt, sko. Já. Ólega með brotna Já. Man finnst þess að krakkar eigi ekki verið með brotnar hendur eftir Nei. eitthvað cage fighting, sko. Já. Já, það er ekki gott PR, sko. Nei. En hvernig var svona spennustuð þitt komandi inn í bardaga gegn Antoni? Fannst þér eitthvað svona, upplifðið þú eitthvað pressu, svona auka pressu? Eins og Anton var eitthvað svona, ég með meira reynslu, má ekki tapa, var eitthvað þannig hjá þín meginn? Nei, ég gerði þess að sjálfur einhvern veginn líka seinast. Með leið þess ég átti að vera stressaður en ég var einhvern veginn ekki að stressaður og núna ég var, þú veist, einhvern veginn bara hræddur af því að fyrir 1,5 mánuði eða eitthvað þá bara drepi mig sjálf næstu í Grambiróli. Ég lendi bara á hnakkanum og kissi bringurinn minna. Ég held að ég væri bara búinn að drepa mig og einhvern veginn eftir það var ég bara með einn líkama og shit hvað tekur lítill bara að deyja í þessu síðan. Þannig ég var einhvern veginn að hugsa ég bara hvað er ég að gera? Síðan þegar styttist að þessu ég byrjaði að hlusta á svona íþróttasálfræði, betra golf, betri líðan eitthvað. Shit hvað virkar. Það bara leið svo vel, kom hausnum í lag og eftir það einhvern veginn leið mér bara eins og það væri æfingu, sko. Sérstaklega líka bara í bardaganum. Ég var búinn að vera svo hræddur bara síðan ég keppti seinast að mér myndi ekki finnast þetta skemmtilegt og það er einhvern veginn að eina sem hefur í alvöru hindrað mig frá því að vita að þetta er það sem ég vil gera. Ég var svo ógeðslega mikið að fíla mig í bardaganum því að mér fannst þetta svo gaman og ég var ekkert þreyttur og ég bara eitthvað niður á bakinu og laminu, ég bara, fyrstu 30 sekúndur og verið standandi að hafa gaman, sko, ég bara, þetta sem ég vil gera og að fatta það, gleymi ég gameplannu og maður eitthvað bara, þetta var svo skrítið, en stressið, það var mjög lítið stress og leiðilega bara vel, sko. Ég minnst það svo gameplanið, hvað var gameplanið komandi inn í bardagann gegn Antoni? Þú veist, hann mun aldrei vita af því, ef þú segir því. Ég meina, það er mjög gott að spyrja andstæðingana, því að það er örugglega öðru gameplanið hjá næsta andstæðing, sko. Það var, þú veist, að byrja standi og það var ekkert á planinu mínu að taka þig niður, sko. Það var ekki, það var aldrei hugsun, sko. Það var bara að draga út krók og svara með kross, sem að gerðist ekki, en ég hendi bara í nokkra krossa í staði, sko. Síðan, ég held að þú myndir bara standa með mér
Já, það var planið mitt, sko. Ég ætlaði ekkert að taka það niður, sko. Ég bara gerðist eitthvað en ég veit líka mómentin nákvæmlega þegar það gerðist. Það er, ég er með svona highlight núna í storyinu mínu. Það var að þú fórst að sparka svona þrisvar eða fjórum svona í byrjun og hérna blokka, síðan var ég að finna mómentum og ok, núna get ég farið. Og ég byrjaði bara að hönda, ég hendi bara eitthvað svona 2-3 fléttur, síðan króaði af aftur, gerði aftur og svona eitt skipti ætlaði ég að gera aftur og ég greip bara svona óvart utan henni, ég var bara svona komin með höndin í kringu og svona teitið var basically búið og þá tók ég niður og síðan varst það ekki að ná að, þú veist, hendi upp triangle og svo að söppa mig og þá, eftir það var ég bara svona, ok, veist, ég gerði þetta þá eftir það var ég svona, ok, þá, veist, ég var svo smeykur maður myndi bara fucking kasti ekki triangle eða eitthvað svoleiðis og svo gerði það á móti þarna hinu gæðinum þú er svo góður að ná svona skrýtnum vinkil á trianglein svona ekki alveg svona, þú veist, alveg bara svona klassískum en svona, þú veist, svona ofan á topp á haustinu, það er bara svona smá speskunni að gera, það bara virka fucking vel og ég smeykur myndi ná okkur svoleiðis Það mér finnst það svo ótrúlega erfitt á móti þykkum gæðum þér og ég hefði ekki að trúa triangle mínum í þessum barða, en það er gott að heyra að fólk er hrætt við hann, sko. Já, það er fengið, sko. En, ég veit hvað ég þarf að vinna í núna, stand-ups, maður. Mér líður allt of vel á bakinu. Og GT-in líka, ég sagði við þig, þú spurði hvort að mér varst GT-in bara þétt. Og ég sagði þig, ég bara kann ekki GT. Það er ekki djók, ég kann ekki GT. Kanntu ekki guillotine? Nei, ég bara mest það svo leiðilegt, sko. Mest það að því að þegar maður er að byrja að glíma og sérstaklega það sem ég byrja að glíma á Ísafirði og það skýtur ekki teitan og hendur bara guillotine strax og þetta er búið með minn, þú veist, heila þegar ég nýbyrjaði og hvað þetta er leiðilegt maður, þetta er ekki að taka hann að pröfa eitthvað nýtt og þegar hann taka mig niður og ég hoppa bara í guillotine í hvert þetta skipti þannig ég bara gerði það ekkert og ég hugsaði ekkert út í það og ég reyndi, þú veist, þróaðist ekkert í stílum minn, bara ef að hausinu er annað, bara front headlock og ekkert annað. Front headlock hendi proven necktie í staðinn fyrir guillotine, sko. Já. Og hérna, þarf að breyta því núna, sko. Það er svona mikið þinn stíl, sko, maður veit aldrei hvað kemur. Já, lítið að henni, sko. Já, það er hérna, never let them know your next move, sko. Það er, ég myndi lýsa stílinu þínu þannig. Það var klikkað, þannig að þú ætlaðir að standa, en það er sko, Anton er með þessa frægu vinstri króka. Hérna, ég hlusta aftur á þáttinn þegar við tókum saman þar sem við talum hérna fake right, left hook og ég var bara að gleyma ég sko ég bara ætli Ari sé að fara að éta eitt svona vinstri krók en það var greinlega bara að sjá við því sko Nei, Bjarki hann er svo mastermind sko það kom eitthvað vídeo að þeir sparra bara á miðvikudaginn fyrir keppni eða eitthvað Bjarki er strax búinn að adjusta yfir í þann stíl frá hvað, kettir ekki fyrir mánuð eða eitthvað? Jú, í september. Hann segir strax, já bara, ef liðan fyrir Southpaw neglir í löppina og ég sá því aldrei færi Southpaw og síðan bara neldi ég eitthvað tíma í löppina og gerði það einu það er ekki Southpaw, hvað er að gera? Það var bara vídeó sem við gerum. Já, ég var skipta svo ógeðslega mikið þá, sko. Ég var einmitt að hugsa, vonandi setur hann ekki inn eitthvað Southpaw klippur þegar ég ætlaði að gera púla í pakka og það var svo sneaky, skilur surprise síðan einhvern veginn endaði aldrei ég bara alltaf þegar ég er í búrinu eina sem ég er að hugsa bara að reyna bara í bóksinstarfinu að kynna út af mér finnst ég alltaf svo nálægt í að bara rock eitthvað og þegar ég finn fyrir höggkraftinu sem er að kýla manneskuna með og ég bara hef ég lendi clean þá er það að fara að breyta fættinu svo mikið þá er eitthvað svona þægileg staða fyrir mig að fara að gerast en náðu aldrei að lenda clean það er alltaf bara í bótið Ég held að það var bara, ég veit ekki að ég sparkaði svona, það var ekki fangið. Bjarki segir áttu við bara, ekki störk í miðsparri, bara, come on maður, maður ekki pröfa eitthvað lít. Spörkinn er ekki góð, en... Mér finnst það góð, sko. Já, mér líka, ég veit ekki hvað það er góð. Mér finnst það góð, sko. Það er góð, svo þung högg, sko. Já, ég fann það, ég maður eftir að lenda fyrsta sparkinu og ég bara, oh shit, ég var að sparka hérna á fullum krafti og bara, ok, þetta byrjaði. Síðan sparkaði ég svona 10 sinnum með eitthvað og allt í hausinn, algjör hálf. Margin spörk, sko. Og ég bara, hvert skipt sem ég sparkaði og lendi, ég er ekkert annað. Ég seti mig smá spurningu við hvað þú varst að sparka mikið og varst að jabba lítið, sko.
svo nefndi ég þetta við Anton og þá sagði hann einmitt að þú varst að vonast til að myndi jabba meira svo þú getur svarað því. Já. Þannig að þú varst að gera rétt með að vera ekki að jabba. Mér fannst einhvern veginn svona eins og þú værir ekki alveg að nýta það hvað þú hefði mikið reach á. E-mail líka sko. Ég horfa á þetta aftur og ég bara, þetta gera þetta, þetta gera hitt. Það sem ég hefði að gera er bara að hlusta á Bjarka. Hann hefur gert það aðeins leikur en ég og hann veit alveg hvað hann er að gera sko. En eins og ég sagði áðan, ég var bara eitthvað svo carried away að ég fekk svar fyrir þessi spurningu sem það var gett lengi, ég bara, er þetta fyrir mig? Og það veit að ég vil gera þetta. Klæja mig í Kate Steve í DS. Leið svo vel og ég bara, man eftir að Bjarki var að kalla eitthvað á mig, eitthvað ég var undir í hafgarð, eitthvað á að hreyfa með löpunum, ég horfði á hann og ég bara laði mér í smetti að ég bara, mér fannst eitthvað svo fallegt þetta með ómætt og mér fannst svo gaman að vera þarna og bara, já ég laði mér í smetti og mér finnst það gaman, bara hversu langt inn í hennar leik er ég komið. Það er eitthvað gaman að vera undir í einhverjum bardaga, mér finnst gaman að vera að standa í einhverjum bardaga, mér finnst allt þetta skemmtilegt og get ekki betur að gera þetta aftur sko. Svo varstu bara rífandi kjaftan á bakinu. Það var talandi að hafa gaman. Gunni var held ég þriðji rótið að setja nótið, hann bara þegar hann byrjar að tala svona við, byrjar hann að kýla. Ok. Ég held ekki sagði það eins og við, bara byrjum að hætta kýla og og síðan líka, ég reyndi triangulinn og síðan reyndi að setja hann upp aftur og ég var að reyna að setja upp aftur, síðan segir Vitali, nei ekki Vitali, Valentín hann reyndi að setja triangulinn upp aftur og ég kallaði hann, nei ég er ekki að og síðan er ég bara eitthvað að bladra. Það er einhvern veginn meira til að láta mig ekki eitthvað, tölvuleysina að stressa eða eitthvað þannig sko. Og bara njóta þess. Já, það var mjög vel. Já, ég bara... Þú orðin einhver svona Kevin Holland típa, bara eitthvað? Ég mun Kevin Holland sko. Strákarnir frá Ísafirði, vinir mínir, fóru á Gunna. Fóru á Gunna að keppa og þeir hittu Kevin Holland í einhverjum metró. Ekki, hvað sem ég var? Undirgröndinu. Já, undirgröndinu og einn er alltaf fullur sko. Og hann var bara algjör halvvitið sko. Og hann segir eitthvað Gunni is gonna beat you og Kevin Holland tekur hann upp bara í færimann og þú veist, finnir einhverja hringi og lætur hann svona að kasta honum eitthvað og síðan setur hann niður og ég man ekki, það var eitthvað að rífa kjátt sko. En þetta var bara á föstudeginum nýbúin að weightcutta held ég. Og þessi gæi, hann er ég held að svona 1.95 og svona 110 kíló. Já, ok. Og hann er alltaf bara, Kevin Holland er í sama þyngdarflokki og ég. Já. Ég get ekki tekið þennan mann upp þegar ég er nýbúin að weightcutta sko. Já, Kevin Holland bara fireman-carrier hann bara á... Já, ég held það sko, ég get ekki séð aðra leið til að prikka hann mann upp sko. Og hann er klikkað. En ég vil ekki vera eitthvað þekktur fyrir að bladra í börnum, það var meira fyrir mig til að einhvern veginn sóna ekki, skrítið að segja, ekki sóna út heldur, sóna ekki ómikið inn, fattar þau. Ég kalli þetta tunnel vision, þar sem ég, þú veist, þú er náttúrulega keppt í gímu, þú veist hvað ég er að tala um þegar þú bara þolið verið umrægt og það er eins og svona svartur hringur í kringum eins og þú sést ekki að stjórna. Já, og maður svona, maður festist í einhverju einu Já. og maður svona reynir að sækja eitthvað eitt og það er ekki að gengur ekki og þá bara eins og að séu engir opsjónar í búði og tala um svoleiðis. Ég hef búin að frekar hræddu við það sko. Já. Og mér finnst það hundlegt. Já, ég skil það, en það er umrægt. Það er alltaf að reyna að klappa mig úr því, rífa kjátt. En mér fannst eins og, sko, gameplanin þitt, Anton, hefði verið bara að taka hann niður, af því að tókst Aron niður eða ekki í öllum nótunum? Jú, það breyttist bara, þessu moment þegar ég tók óvart niður, það var algjörlega óvart, sko, ég var ekki að reyna það, það var bara instinkt, ég var bara komið með gripi og ég tók hann niður og því ég náði að halda mig svona alveg mjög safe á topp, þá var ég bara ok, þá get ég alveg tekið hann niður og þá svona breyttist þetta smá, þá byrjaði ég að kýla og síðan var ég bara komið skotið og svo í þriðju lotunni, þá skaut ég alveg beint í takedown og
út af því að þá var ég bara svona, ok, þú veist, fætin er basically búinn, ég er búinn að vinna hann tvær, ég er bara svona, ok, ég ætla bara að secure að winnin og þá er þetta bara búið, þá þarf ég ekki að vera bara eitthvað að pæli að einhver 18 ára krakki vinni. Enga niðurlægingar heim. Já, það var svolítið svoleiðis, sko, í þriðju lótinni. Samt núna síðið smátti, ég hefði viljað pusha þess meira, vera bara að reyna, þú veist, bara aðeins fyrir kráti og svona. Ég gerði það svona senast 20 sekúndunar og byrjaði bara að, þú veist, kýla. En í þriðju lótinni var ég bara svona, ok, þetta er búið, ég ætla bara að halda stöðinu, ég ætla bara að klára þetta. Já, það er mikið sens. Þú veit, væri ég til í að lenda í því eitthvað, ég svona, ég er óvart búinn að taka Ara niður bara, þegar ég var aðri klíkum, það var ekki þannig, sko. Ég ætlaði að standa allan tíman, sko, það var planið, mér langaði bara að standa, mér finnst það langt skemmtilegast, en síðan var þetta bara einhvern veginn, þú veist, kýldi ég mig óvart of djúpt inn í skot og ég var bara svo komin með bodylockið, komin bara undir, og já, það gerist það. Mér finnst alveg gaman að heyra svona hvað þið upplifið barðaðan öðruvísi. Bara, þú veit eitthvað svona, ekki láta einhvern 18 ára strák vinna þig, bara að vera að vinna pressaði. Ari er bara, þú væri bara að muna að skemmta þér. Gamla þessu. Það er klíka. En náðu þið, hérna, er þið búin að horfa á einu barðaðana? Já, nema ég sá ekki Yves, Vitali-fætin. Já, Yves Mousasa. Já, ég sá alltaf eins. Já, Yves Mousasa fékk reynilega memóðið um að þetta ætti að vera geggjað sjó. Já. Og hann var með eitthvað techno-víkingaklapp, svaka build-up komandi inn í salinn, sko. Ég sá það í fyrsta skipti á hann og ég svo sára að ég mista þessu, ég svona, ég gæti ekki verið fyrsti barndagi. Já. Góð að vinna allt kráti á sitt band einhvern veginn. Já, ég var í smá tíma bara, ég held ég með þessum gæja, nei, ég held ekki með honum, ég held með Vítali, Já, það var það var klíka. Það var skemmtilega gæti, Mousasa. Já, ég sko, þetta er svo mikið klúður sko, hjá foreldrum, það skýra hann ekki bara Mufasa. Bara, þetta er bara svo mikið missed opportunity. Það er eiginlega alveg galið sko. Ég ef ekki að renna þessi yfir barðaðana saman og greina það pínu. Þetta var lítið á. Töskun minn. Já, þetta með þetta á blaði. Já. Það er bara old school, gamla skólinn. Svona var þetta gert í útlendingum. Já. Já, með að færa en að sýta og pakka. Jésús, það fór þetta eftir í hug, ungi strákur. Herru, Jón Ingi mútið Vébjörg án. Sko, hversu hart er samt sko að taka bara eitthvað svona short notice bara nýkomin af sjónum og bara eitthvað svona farin í búr eftir 5 daga. Já, mæti. Ekkert búinn að vera að æfa neitt heldur, eða þú veist. Hann var ekki aðeins búinn að boxa, hann heldur sig víst alltaf í formi, alltaf búinn að boxa. En svona það sem að ég var ógeðslega hræddur að myndi gerast, gerðist. Það væri, þú veist, fyrsta MMA-kvöld Íslandssögunnar og við myndum svona tapa fyrsta framhæðinu. En ég var eitthvað svona, það var svo leiðileg, ég börði mitt svona byrja á að kýla Jón Inga og ég bara, damn, einhver normaður á fyrsta höggsögunar einhvern veginn. Ég smetti á Jón Inga og svo tapar hann, en Addi Bjarnálfs vann hann tilbaka. Já, fuck maður. Það var rosalega. Það er fucking smelt litið í húrið. Já. Klika sko, bæði sko finn ég sko, hvernig ætli sko maginn á Jón Inga sé eftir þessi body högg sem hann átt. Það var svo langt sem ég sé sko eitthvað svona að geta bodyspark og bara svona hníga fram og það er bara Sámalega bara hann var rauð. Já. Góð spörk, sko. Ég hef líka ekki búin að sjá Jón Inga á æfingu síðan seinasta sumar. Kannski aðeins þessu það. Já. Og síðan sé hann á kjensæðinu og myndavélarnar á honum er bara, hvað er í gangi? Hann er að keppa beint að prófanum, sko. Já. Maður sér einhverja myndir af honum á Instagram bara á djamminu, bara mætti halda helginni fyrir, sko. Já. Það var einhver sem sagði, hann hefði sagt sko eitthvað svona, það er svo gott að ég sé bara eitthvað að koma af sjónum að því að þá var ég ekki búinn að vera að djamma. Þannig að það var bara svona, já, það er bara hljómar þess að þú ert í fórum og tilbúin í þetta. Svo fyrsti bardaginn, svo getur bara farið í bjórinn strax. Já, það var geggjað. En ég er mjög ánægður að Jón Ingi hafi verið með það, því hann er eitthvað svona, úr svona orginalt keppnisliðinu einhvern veginn, meiðist og er einhvern veginn svona lítill drifkraftur held ég að koma tilbaka, svona miðað við hvernig svona MMA-masterinn hefur verið. Þannig að þetta var svona, hann aftur til skilið að fá smá moment, sko. Ég hef upplifað þetta á hann.
Já, það var líka bara svona góð orka í honum. Já. Og svona, virtist það gána þessu, sko. Já, einmitt. Og hann er alveg með þetta, skilur. Þú Mm. veist. Hann hefði unnið hennar gæja, hann hefði tekið kamp, sko. Hann hefði pottitt unnið hennar gaur. Það stóð sér ótrúlega. Það stóð sér mjög vel, svona eins og þú segir, svona komandi af sófanum. Já. Já. Svona virkaði eins og væri bara með fínt karti og svona. Bara vissan á þessu bodyspökkum, sko. En, já, fyrsti sigurinn fyrir til Vébjarnar. Mjög spesna. Ég hef einu sinni eitt Íslending sem heitir Vébjörn. Ég giska núna að hann hafi átt eitthvað svona norska ræður. En, Addi Bjarnar. Sko, Holy shit, man. holy Hann shit. shook the world, sko. Hann Já. bara shook Keflavík, sko. Já, sem er alltaf MMA heimurinn í dag. En er ekki bara þessi klippa af Adda, er hún ekki bara gone viral? Það, já. Bara tíma eftir þetta gerist, það er strax bara eitthvað 200 like. Já, já. Einmitt, þetta er fyrir eitthvað út allt, sko. Kolli Það og... er Dana White sem hún sér það. Já, we gotta sign this kid. Þykkifattur faður og hafnafyrirnum, Dana White bara. Sign the contract. En Kolli og Arnór þjálfarinn hans, aðstoðarþjálfarinn, voru ekki mikið að tala um það hvað hann væri í rauninni góður bóksari. Það væri margt í bóksleiknum hans Adda sem að þeir voru bara, ok, þetta er bara mjög góður strækir. Þannig ég upplifi Adda alltaf meira sem glímukall. Þannig að ég er svona, þarf að fara að ímynda mér meira sem svona well-rounded fighter eftir þetta. Já. Það halda allir að hann er svo ógeðslega góður í glímunni. Maður sér hendurnar hans og síðan ef hann snýr bakið þá bara, maður sér ekki það sem er fyrir framan hans, sko. Hann er með svo gríðarlega vítt bak og shit, hvað gripið hans er alltaf þegar hann er standandi og býður hann manni í svona krumlu. Ég bara loka lófunum. Ég er ekki að fara að spila hann leik með þér, sko. Nei. Já, ef maður er undir honum, það er helviti, sko. Já, það er ansi leiðilegt, sko. Ég hef aldrei upplifað annað. Ég hef glímt nokkuð sem við Adda. Og ég hef aldrei upplifað annað en að vera undir. Og þegar Addi kemur eitthvað, hei, núna ég var að taka hennar glímu, þá er ég bara, já, gerum það. Svo reynir maður eitthvað, hafkart, nýsvíld. Og nefnir sig. En er þetta ekki svona performance on the night bónusinn? Er þetta ekki 50k bónusinn, fer hann ekki til? Aron Kef líka. Það er líka gæt. Tveir bónusir, sko, þá færði það þá tók. Já, ég hugsaði sko Fight of the Night. Það er Aron Kef. Aron Kef og Sam Hewitt. En ef að ræða þann barndag hans, að ég sko, var það rangt með því hjá mér sko, að hugsa að síðasta lótan gæti mögulega verið 10-8 lóta. Nei. Sextu, þetta er sextu. Já, af því að þú veist hann einhvern veginn beint niður sko, niður bara, og er bara undir. Allan tíminn skilur. Mér veist ekki, það þarf að vera meira damage til að gefa 10 á það. Já, hann er bara hann eftir. Nei, gerði ekki neitt. Gerði ekki neitt, Kef. Já, upp að þessu. Eins og það er bara, viðtalið við þig. Ég var bara að hvíla mig. Já. Síðan gerði ekki neitt fyrir að stóða upp og rótaði gæðan, sko. Já. Og svona, ef sáuð þið, var hægt að sjá klukku eitthvað svo? Gáttu þið vita hvað er mikið tíma eftir? Nei. Ég leit einu sinni på klukkuna. Allt að nýta svikinn bara. Ég man eftir að líta á klukkuna og fuck, ég veim ekki. Nei, þú kannski sé á sjónvarpinu ef þú ert að snúa þig. Hversu desperate varst að finna þetta klukku? Ég er ekki að líta upp, leita einhverju sjónvarpi, ég er bara... Sjónvarp. Ég var mikið að vita hvort það veri þess virði að vera eitthvað að sprengja sig til að standa upp. Þetta var í annar lótu eða eitthvað. Og ég sé 25 sekúndur eftir, ég bara... Er það þess virði? Ég veit það ekki, þannig ég bara í staðinn fyrir að halda hann að reyna að komast upp og bara knúsaði hann, sko. Ég var ekki að reyna að vera að sprengja mig, síðan tókum við strax aftur niður í þriðju. Já. Það hefði mátt reyna að sprengja mig í annar lótu, sko. Já, Ég enda einhvers staðar annars staðar. Ég ætla að mynda að segja, það hefði bara verið feginn þá, sko. Já. En þú varst alveg, þú leitaði eftir klukkunni og varst svona að reikna út hvað þetta er að gera. Já. Mér leiði eins og 3 mínútur var ég bara búnar í annar lótinu þegar ég byrjaði eitthvað að líta upp. En það var ekkert eitthvað, ég var ekkert eitthvað ógeðslega þreyttur. Ég var það aldrei í þessum bardaga.
Ég veit ekki hvað ég var eiginlega bara að hugsa, ég bara svona, oh shit, þetta er fyrir mig. Þessi íþrótt, að ég glemdi að vera í bata. En eiginlega eina ástæðin var ekki að leita þessu kringfjöld og spæta að við reynda að springja mig upp eða við bara segja fuck it og tala þess að blótið og reyna að klára henni í næstu. Og ég ákvað að reyna að klára henni í næstu sem gerist ekki. Nei. Og varstu í þriðlótu bara áfram bara, ég held að þetta sé fyrir mig. Í þeirri, þá var ég hendi einn í áður senust og einn í áður. Já. Ég var ekki mikið að fókusa á það og hann er með svo gríðarlega mikla pressu á mér og ég næ ekki að separata, ég næ ekki butterfly inn og ég byrja bara að pósta, ég næ eiginlega alveg að fully extenda hendina mínar bara á andlitið á hann og ég sé að hálsinn sér í ógeðslega óþægilegri stöðu en gripið hans breytist ekki neitt. Mér finnst það ekki make sense af því ef þú færir hausinn og hálsinn er að beyglast í eitthvað aðra átt, það á líkaminn að elta það. En það er einhvern veginn eins og það bara gerði ekki neitt. Ég sá að hausinn var eitthvað öðruvísi sem leið og ég reynaði að adjusta mig sjálfan, kom tilbaka. Þannig að það var ekkert hægt að íta nú af mér eða búið til pláss. Ég þarf bara að vinna í skeifum og hægt að chilla á bakinu. Já. Þess að missinni er ekkert alltaf annað sko. Er það eitthvað sem þú hefur heyrt áður, Anton, að þú sér eitthvað svona defying the laws of jiu-jitsu? Nei, ég er alltaf tungur ofan á, sko, nema, þú veist, móti, jú, það er alveg einhverju sem að, þú veist, ef ég fer í jiu-jitsu herbergi, þú veist, bara BJJ, þá eiga þeir alveg rosalega erfitt með að koma hann á þessu. Út af þeir eru svo mikið að spila jiu-jitsu, sko, en þú verður alveg að reyna að wrestla alltaf upp úr, bjóðu til pláss og þannig á það. En ég held að þú spilaði alltaf mikið jiu-jitsu-gamein. Já. Og það er kósí fyrir mig, þá get ég verið bara að spila wrestla bara frá topp. Þá get ég verið bara svona smá hana, sérlega. Og verið bara þungur? Já, verið bara þungur. Ég hef alltaf geta gert mér bara svona þungan, bara svona fært þyngdina bara svona niður, eða bara svona fært hann á staði sem hann á að vera, sko. Og getur bara svona pinna fólk virkilega. Svolítið eins og Islam gerði á móti Jack. Bara fucking bara heldur hann niður og hann bara er bara fastur. Það er, ég er nú líka bara betri í því, sko. Já. Það er geggjað. Greiði Jack Já, það er Greiði svipurinn á honum fyrir 50 lótuna og bara leiði. Já. Hvað vildi ekki vera það, sko. Hann var alltaf að fá alveg umulegt kornelsnæs, það er kannski eitthvað sem við diskuterum aðeins innan. Það var svo, þú veist, Þórgil Sigur Þórsson, hann móti Lachlan Clark. Sko, peysið í þessum bardaga, fannst mér bara galið. Þetta var bara 180% yfir í 20. Já. Galið, þeir voru að gefa 100% allan tíman. Þeir voru báðir svo þreyttir í annar lótu, það var svakalega. En Þórgil stóð sig ógeðslega vel, sko. Já. Og hann getur tekið fucking högg, sko. Já. Það bara... Það var 2 headkick bara í röð. Já, þeir líka haka á honum, sko. Já, hann er tjúni í motherfucker, það var sko líka bara, hann er nýbúinn að vera meiddur, bara fekk staðfestingu að mætti vera með bara í vikunni fyrir. Já. Og, þú veist, ég veit ekki hvort hann hafi verið eitthvað á hjólinu eða hvað hann gat ekkert mikið, sko. En, þú veist, hann sko byrjaði bara í 5. gír og keyrði á hann og ég var að horfa á það og ég bara, ertu viss? Ertu viss sem þetta sé þetta sem þú vilt gera? En ógeðslega vel gerð, hann stóð sig mjög vel, sko. Og Lachlan Clark var bara erfiðasti bardagi sem ég tekið, sko. Þessi öll þurfti hann að minna líka. Þeir voru geggjaðir, sko. En ég skildi ekki eitt orð af því sem hann sagði í viðtalinu eftir. Ég horfði þetta á þetta. Já. Skotar, ég skil ekki hvað sem kemur út. Ekki baun, sko. Og þeir gefa manni engan afslátt. Þú veist, það er eitthvað svona, þú veist, hann er ekkert eitthvað svona, ég er á Íslandi, ætti ég aðeins að tóna niður skóskuna. Þeir eru bara, nei, ég tala fullkomna ensku. Og ég var bara að hlusta á hann og ég var bara, það er ekki séns að ég geti komið eitthvað follow-up comment, ég bara skil ekki neitt. En það voru hressi skotunir fyrir þetta. Það voru rosalega mikið að redda streymi og ég var eitthvað að plugga streymi í gymmið hans Lachlan Clark. Þannig að þetta, Gekk það? Já, mér skilst það gengið. Þannig að skotunir náðu að horfa á það og ég fekk komment með Lachlan Clark frá Gary Clark. Sem er pappans Lachlan. Alltaf komin í eitthvað svona rugl
svona fyrir fætt. En ógeðslega vel gert hjá Þorgils, þó hann hafi ekki náðu sigurinn. Það er bara vel gert bara, þú veist, margir hefðu bara gefist upp þannig þriðju lóti, sko. Hefðu bara coverað upp og, Já. þú veist, bara út af bara sheer exhaustion, sko. Það er bara vel gert þannig að klára þetta. Já, það er þannig. Bara, vel gert. Submission of the night, má ekki segja að það hafi verið Hekla María, var ekki einu submissionið? Jú, ekki. Jú. Það er búin að sjá myndina af þessu ljósmyndari náði að hún er kirkjana. Já. Geggjum mynd, sko. Nei, ég eftir að segja það. Ógeðslega flott. Það þessi Helgi, eða var það Dúta sem hann tók? Anna Helgi, já. Já, Já, Helgi TH, eitthvað. photography. Já. Nei, ég á Ógeðslega flott mynd sem hann náði þessu. Jaha, getur við einhvern veginn lýst henni eða leikið hana? Þið getur leikið hana, sko. Við hjónið. Jó, bátinn. Þetta mun fylgja greininni sem verður skrifið Heklu og kemur út vonandi bara á morgun. Já, klika. En ég einhvern veginn hafði rosalega líkt að trú af Nicole Gomez fyrir hennar bara. Ég ætla að vera hinskilum að segja það. Já, ég sem á. Já. Við veitum þetta var alltaf bara fyrstu fætinu hennar. Já. En hún er eitthvað svona búin að vera 10 ári í karate og eitthvað. Kannski það bara, er það ekki neitt. Ég veit ekki, og svo hann eitthvað, já, ég get það líka og eitthvað. Og ég bara, já, ok, hún kannski er svona aðeins betri en ég held. Svo var þetta bara... Ég misti alveg af þessum barða. Ég bara sá ekki sekundu af þessum barða. Það er einu barðaði sem ég misti bara alveg af. Ég veit svo. Nei, þú mistir það miklu svona. En það voru ekkert margar sekundur í þessum barða svo sem, þannig að hérna, ég er ekki til þess að. En svona, geggja fyrir Heklu María að sækja svona þriðja sigurinn. Og Þriðja finishið, já, þriðja söpið. þriðja söpið. En hvað er geggja skilur, hún var í 1,5 ár að bíða eftir fyrsta barðanum sín. Bara alltaf að bjóða þessi fram í öll fight nights bara á Bretlandi skilur, hún var ekkert bundin við Kate Steele. Allan til að byrja með. Og svo eftir 1,5 ár að fá allt í mig bara, þú veist, þrír fætar. Það geðvikt sko. Já. Og hún verður svo vonandi hvað í febrúar á Evrópumótinu, IMMAF. Og hún er alltaf svona með það Já, Evrópumót. í febrúar, já. Já, IMMAF. Já, það passa. Hvað er það haldið, vitið það? Nei, Það er alltaf með þetta Hákon og Hekla, sko. Já. Eru þið ekkert að pæla í IMMAF eða? ég vissi ekki eins og að það var í febrúar, sko. Við erum með á Nordics. Já, þetta er sjálf þessi í janúar. Ég þarf að ræða Björka. Ég hef alveg áhuga á því. Þetta er stílinn, sko. Já, Það er allt annað, sko. Já. eitthvað næst bara geta fengið, þú veist, 2-3 bara á stuttum tíma. Bara fara inn og berjast. Já. Bara verka henni mikið reynslu og Það er ekki alltaf að fara á eitthvað svaka sjó og hafa eitthvað svaka þing bara fyrir eitthvað amateur fight, maður getur bara farið inn í búr og bara kæft, skiljið. Einmitt. Það var ykkur mjölnistrákar fór í fyrra og hitti fyrra, eða ekki? Nei, þetta var eiginlega í COVID, þá fóru þeir. Já. Þá fóru Viktor og Mikki. Já. Síðan fór Viktor, Mikki held ég á Abu Dhabi ári eftir að eitthvað leys. Já. Það er kæft á móti bara fála góða gæðum. En maður kíkir á rekordi á Mikka, það er tveir gæðir sem að tapa á móti þarna. Eitt er að, held ég, 27 wins, 1 loss. Og já, bara einhverju gæðir sem unnu bara 2 ári röð. Síðan hinn gæðir held ég svipa eitthvað 18 wins, 0 losses eða einhver fransku gæði og einhver Kazakstan eða eitthvað svo leiðis. Bara svakalega, sko. En þannig að það er geggjur reynsla, þú verður bara að keppa móti svona gæjum. Þú verður bara að keppa móti þessum Muhammad Mukaev gæjum og svona. Já. Það er gott að fá að keppa móti þeim, ekki á pro-levelinu beint. Þannig að ef þeir eru að fara að pakka manni saman, þá er það að þókna, skilju. Og þú fengir svona, oh shit, ok, þetta er sem ég þarf að bæta. Það er fínt, sko. Hvað er að frétta með Mikka? Hann er ógeðslega þykkur og ég bara, maður er svo mikið að sjá hann keppa. Hann fekk eitthvað taugaskaða í öxlina, sko. Það Svaka endurhæfingu við þessu. En hann byrjar eitthvað að sparra aftur, eða ekki? Jú, getur alveg frekar mikið, sko. Það vill bara ekki taka sensin á að keppa, sko. Þetta er svona alvarlegt, ef eitthvað fokkast upp, þá er þetta bara, en bara, við getur ekki kert aftur, skilju. Það vill bara svona gefa þessi tíma sem það þarf til að fara að keppa þetta. En já, en samt veit ég ekkert eitthvað ótrúlega mig, ég hlýtur að keppa næsta ári. Það hlýtur að, það hlýtur að vera, ég vona það. Hann var í horninu þínu, hvernig er hann svona sem hóndamaður? Það er geggjað. Það er geggjað alltaf gaman að Mikka í horninu. Bæði hann er bara svona félaginn hans, sko. Hann er svona æfingafélagi og bara vinur hans og
og hann er svo, hann þekkir hann leikmann vel og hann er bara góður þjálfari, það veit alveg, hann er mjög mér að sjá hann síðan líka, var hann svo hæp, sko, þegar maður vinnur sko, það er alls. Ég svo sá hans til hans þegar ég held ykkur að batla Rína eins og þá er mitt svona, hann áttur fætt, Já. bara þetta svo ekki, en þá svona, ég fekk pínu sans fyrir því, skilju, hvað hann er með mikið skilning á leiknum Já. og hvað hann hefur mikið bara passion fyrir þessu. Hann er mjög, elskar það, sko, það er að vera þessu, bara batt, sko, bara ólst upp á þínu. Já. Og síðan finnst hann bara gegga gaman og, Já, hann er flottur, sko. já, þannig að, Ég held að sé margir sem að svona sjá, er alltaf að bíða eftir því, skilju, að sjá þennan Mikael Aklipenn sem að fólk einhvern veginn svona lifir svo vel í minningunni hjá fólki, Já. að sjá hann pínu lítinn og taka einhver spinning kicks og púða hann og bara í fréttunum og eitthvað. já, Þannig að fólk bara búið að bíða eftir honum bara í 10 ár, sko. Tekur eftir það er svo spenna í kringum hann. Ég man þegar Unbroken mótið úrslitakvöldi var, þá var hann að keppa og einhverju fleiri frá Mjölni á einhverju Golden Ticket eða eitthvað. Og þeir voru nokkuð búin að keppa Viktor og eitthvað bla bla og svo var bara það Mikki er að byrja núna. Það bara svona hrúguðust allir inn í herbyggið og bara Bjarki og Maggi bara já, er Mikki að byrja? Það voru alltaf svo spennti fyrir Mikka. Þá fattaði maður alveg bara svona já, ok, Mikki alveg, hann er svona, hann er hátt metinn í þessari sinni. Já. Djöfull er hann þykkur. Ég hafði einmitt áhyggjur af því ég sá sko bara eitthvað í story hjá hann bara eitthvað lyfta einhverjum þyngustu lóðum sem ég séð sko. Það hafði ég svona áhyggjur af því að hann væri bara hættur í MMA og þetta væri orðið nýja passion hans, lyftingar. Ég mani bara fyrir 3 vikum ef hann að taka, minna hann að taka military press með svona 120 kíló. Ég held að hann var að fara að skotta þetta svona 60 sinnum eða eitthvað þannig. En síðan lyftir hann og what the fuck? Shit. Ég mætti einhvern tímann á æfingu, ég var að filma einhver eitthvað og hann súplexaði. ég gerði hann að gera allt. Hann kastar öllu, hann getur kastað Júlíu, sko, hann getur suplexa Júlíu, sko, 100%, veist, bara, það er svona smá slæmt að hann sé, það gefur svona smá slæma á hana, eins og ég fekk það í fyrsta fættinni, ég var mútið þarna Pete gæjanum, að ég var svona mjög mikið bara svona chilla í stöðum og þegar ég var bara svona, hvað er ég bara fucking mikið að ég bara kasta mér eða eitthvað, það var svona, þú veist, en það er ekkert alltaf að gera þetta, en hann er hrikalegur í því þegar kemur hann kastar hann bara no fucks given, sko, bara bombaðir í jörðina, sko. Ég held að hann að fatta svona ég var að filma ykkur. Já. Það var eitthvað svona, check this. Svona gaman að kasta mér steikt, sko. Það verður bara eitthvað standandi síðan next thing you know þá ertu bara fljúandi. Gaman, sko. Hálf segundar, falleg sko. Ég er svona eins og Ari, sko, ég er bara einn líkami og ég veist bara, í fyrsta skipti sem ég er súplexaðar, það er bara mitt dauða moment, sko. Það er bara að reyta í skíið, sko. Fucking nei. Herru, Ernest mætti Birk Lund. Birk Lund var segar en þú gafst hann kredit fyrir náni. Miklu segar en ég gaf hann kredit fyrir. Ég var bara, rest in pieces, Birk Lund. Nefnir, ég hitti Brekan Harðar fyrir áður en þú byrjaði. Hann var bara, ég bara trú á Birk Lund og fór að tala um hann eitthvað, þá hafa þeir eitthvað eftir saman. Birk Lund kom eitthvað. Ok, þannig að Birk Lund var efnilegri en við gáum hann kredit fyrir, sko. Já. Ég sagði hann í þættinum hann seinast að hann væri nú flottur og hann bara styrst fyrir góða fættir og þú veist, nei, hann getur ekki. Nei, slakaðu á, hann er alveg ekkert eins og ég. Nú ertu að fara Nei, með... þú sagði eitthvað, já, ég tók nú ekki eftir því. Nei, já, ég tók ekki, við horfum á einn bardaga saman. Af því ég fann hann á netinu. Gæinn sem var að keppa á móti var alltaf bara eins og þorskur úr þurru landi, sko. Já, ok. Og bara vissi ekkert hvað hann var að gera. Og ég gat ekki metið Birk Lund út frá því, sko. Þannig að bara, þú veist, það var ekkert ticket defense, ekkert jits í gangi og Birk Lund bara að pakka á hann. Þá var ég ekkert að fara að segja bara, Birk Lund er göggur. Þú veist orðin einhver Joe Rogan, og því ég tala illa um mig, annars er það svona að bita þér rassi. Já, Já, þú það ógeðast að kannan. Ég var, hefði ég unnið. Trained by Day, 15 podcast. Ég er að segja það.
allir sem eru að hlusta, það má enginn gera þetta nema ég. Þú líka. Still bardaði Sko, Still bardaði bara eftir Ef þú tekur það í mækinn, þá verður þú í intróinu. 100%. 100% díl. Shit, ég hef ekki heyrt svona góða hugmynd. Svo lengi, ég er bara í tárum. Það er ekki góð hugmynd. Já, þetta var mjög góð hugmynd. Ég hef með gullfiska minni, sko. Þú ert fullur af góðum hugmyndum, Já. Ari. ekki var klætt. Já, var ekki bara í Wayne sjónu þar sem þú varst bara, hei, við veitum saman. Já. Máður, ég hef hugsað þetta svolítið lengi og ég ætlaði ekki að stinga upp á þessu fyrir en eftir barða. Já. Ég vissi að þetta var góð hugmynd og ég er búinn að setja til þetta. En hvað ef að hluta mig á fyrstu 10 sekúndum? Er ég að sitja í einhverju herbyggi með manni sem rotaði mig 10 sekúndum í einhverjum klukkutíma? Síðan misti ég upp á mér eitthvað svona ákveð fuck. Nú bara það er ekki það. Já. Ég hefði gefið þið séns ef það hefði rótaður. Að bakna þetta, já. Ég er örglóttur guð og ég hefði alltaf þekkt að sleppa. 100%. En svo var ég eitthvað svona, mér var svo fyndið að fá þig í stúdíóið, sko, að ég var nýbúinn að hlusta á þáttinn með þér og ég bara, er ekki Anton bara alltaf í stúdíóið? Svo var ég bara, nei, það er ekki þannig, það er eitthvað, Við höfum komið inn svona. Jú, já. já. En ég var bara alltaf með í eyrunum og bara í bílnum hjá mér og eitthvað, ég hef alltaf verið heitt Anton. Já, það var en ég, á þessu fyndi, ég var að hlusta á þáttinn aftur. Hvað þú ert mikill keppnismadur. Já. Eitthvað svona vilja keppa í CS, þessu bara keppir í kraftliftingum og heyrði ég rétt, varst að detta 270 kíló á sitjuna? 260 og ég held að ég var kannski 18. Já, Það er galið. það er galið. Já. Það er svo galið. Góð. Það hún gæti ekkert lift þegar ég fór á UFC og það Já, var bara mitt í allan á, sko. Já. Fór og það var bara, síðan þú byrjaði að græða. Þetta er góða grunnur sem þú veist, að þið er alltaf styrkur þinn. Já. Það er rosalega vel. Já, alveg mikið núna, sko. Já. En þegar ég var að byrja var það smá erfitt að æfa í jiu-jitsu, sko. Þetta var svo miklu sterkar á þeir og ég gat einhvern veginn ekki bara, þú veist, muscle up bara og, þú veist, og 101 námskeið á bara. Ég var aðeins svona sem styrkjum, sko. Ég er að reyna maður, ég geti þetta verið svo, þetta er svo erfitt með það. Þannig að það var svona smá erfitt fyrst en síðan þegar þú svona, þetta er svo þú líka að kýla, ég ætti ekki að erfitt með að kýla ekki bara fast, þannig ég bara kýldi ekki í 2 ár. Það var bara 2 ár sem ég bara alltaf, ég nota, ég alltaf í MMA-spörðum, þá kýldi ég ekki neitt. Nota ég bara vissi að ef ég kýlið þig bara óvart fast, þú ert að fara niður. Þannig að ég vildi ekki gera það, þannig að ég kýldi ekki neitt í MMA-spörðum bara í 2 ár. Þannig að ég fætt mér svona risa stóra vennumhanska svona fyrir heavyweight boxera bara svona huge. Það er ekkert að glíma í og þá byrjaði svona hægt og rólega að byrja að svona venjast þegar kýla en núna þá er ég orðinn svona dick hann er svona okay, mér er alls saman ef ég með því að ægja það er bara fine. If you die. Já, sem er svona Þú getur kannski líka að sparra við hann sem er gæja heldur í... Já, ég var samt alltaf að sparra, ég fór í keppnisliðið bara beint, þú veist, ég var bara búinn að æfa í 7 mánuði og fór beint í keppnisliðið og þeir voru líka, það er líka beðið slæma á hana, sko, og ég var bara alltaf að countera það, þannig ég var geðveitt smeykur bara í 2 ár, þú veist, það var bara fyrstu 2 árun að mér að æfa, það var bara hrikalegt, sko, það var bara svo lélegar æfingar bara, sérstaklega með hvernig núna, þegar ég er svo keppnisfullur að þú veist, ég glímdi ekki 2 ár og þegar ég var bara, ég sökki að glíma, ég ætla ekki að gera það, þegar ég bara var að tapa. Þannig ég bara, ég gerði það ekki. Hvað ert þú búinn að æfa lengi? Þú segir 2 ár, ég er bara, ég er ekki búinn að æfa í 2 ár. Ég byrjaði 2021, þá byrjaði, þannig að ég er svona næstum 5 ár, eða 4,5 eða eitthvað. En þú veist, fyrst 2 árin var bara, ég að mæta þess 2 í viku eða eitthvað 3 í viku. Ég skil ekki eins og hvernig Luka bara sparkaði með einhver liðinu, sko. Mér finnst það alveg ótrúlega, sko, ég sýndi engan metnað, sko. Og þetta ég var bara, þú veist, ég var bara ekki nógu góður. Síðan svona seinustu 2 ár, það er búið að vera svona alvöru, bara 100% dedication. Breytir svo miklu, sko. Það breytir öllu að vera bara actually að setja inn alvöru effort. Þú veist, annars er ekkert.
Nei. Hvernig ertu, þú veist, ertu að hagræða vinnu einhvern veginn í kringum æfingasketsjólið? Já, ég fekk mér vinnu bara til að geta gert það, þú veist, ég vinn alltaf bara frá 5 til 9 eða eitthvað svoleiðis. En áður fyrir vann ég frá 4 til 12, en síðan hætti ég með að hrikalega vinna, sko. En þannig að, já, ég fekk mér bara vinnu sem ég gæti verið að gera þetta, sko. Þannig ég get alltaf ægt á morgnana. Já. Ég var að gleyma hvað þú gerir. Ég er bara svona sölumæður, ég fyrir góðgerðarfélög, ég er bara að lappa á milli húsa, bara að selja fólki að styrkja góðgerðarfélög. System. Það er svo geggjað. Já. Lappa, já, mér finnst svona old school og svona lappa. Já, það er það, sko. Vel borgað, sko, mjög næs vinna. Já. Þú getur ekki gert þetta með hundana, ekki? Að labba með og selja góðgerða? Já, mætti með einhverja 5-8 eða eitthvað og bara styrkja þetta góðgerðarsamstarf. Ég sleppti. Já, mér finnst það. Alex, þú ert í Borgó. Já. Ertu að vinna eitthvað með því, eða ertu bara einmitt að náminu og svo lemjum við fyrir Ég er náttúrulega að vinna upp í Reykjavík, það er svo við vinnum við bara ekki með viku. Já. Og þú veist að fyrsturinn æfingargjaldi, þá er við hugsunum að það er 100 fyrst eitthvað. Ég er ekki að vinna. Við erum ekki að borga fyrir þessu æfingargjald, en ég kann ekki vinna að hafna. Hvað er það? Ertu bara í móttökunni og það þjálfa? Já, ég er í móttökunni síðan er ég að skúra. Já. Þrjú. Verður örugglega þannig að þjálfa maður? Ég þarf að spyrja þjálfa í sumar, byrja með eitthvað einkatíma, síðan tók ég Mats Hov nokkrum sinnum. Ég veit ekki. Ég misti. Það er staðlega gaman, sko, það byrjaði aftur. En í Borgó, mér finnst, ég hef einhvern veginn alltaf tekið vel í skóla. Mér finnst skóli frekar léttur og það er ekkert meira en bara fyrir gestum. Það getur verið grjót heimskunin og bara með smá athygli. Það kemst ekki á aftur. Einu skipt sem að fólk sem að ég þekki gengur ekki vel í skóla er þegar það er alltaf mikið í gangi. Það er ekkert eitthvað, þú þarft ekki að vita eitt sérstaklega, bara ef þú fylgjast með á þessu. Það er ekkert meira en það. Ég væri enda alveg til í að vera svona, sko. Ég fylgist alltaf geðveikt vel með, situr ekkert eftir. Og svo, þú veist, þá ég læri að geða mikið fyrir öll próf og eitthvað. Ertu ekki bara með eitthvað auka brainpower? Já, það er bara aðtæðsum, sko. Það er góður í fótboltanum og fyrirlega góður í skóla. Ég mista geðveikt mikið af tímum í einhverjum áfanga sem ég var í núna, byrjaðan að barda. Og ég mætti í dag. Og hann sendi mér bara heim af því ég er ekki að reyna að tóta minna á hann, en ég var búinn með allt. Ég var búinn að missa af svona viku í smáðan, það sem við erum bara í 3 vikur og gæti á það. Sem ég hef gett þess að byrja að tóta mig sjálf. Þú kennar henni bara eitthvað svona, Ari, þú ert of góður í þessu, farðu bara heim. Já. Ég hef ekkert til að kenna þér. Ég veit ekki, það svona talandi einhverju, þetta var ógeð einhverju, þetta svona grunntekníkar, það er bara teikna eitthvað á blað, bara, þú veist, einhverju krakkar þræðir ekki, það er eitthvað frekar alarm fyrir mig, það er góður ekki. Allt svona einhverju verkefni, þú bara tjóta. Já, það er bara geggjað. Ég ætla aðeins að, ég var ekki að velta fyrir mér áðan, að þið voru í svona, með svona legglífa, svona sokka. Var eitthvað, þú veist, fannst þér eins og það væri erfiðar að ná fótalás út af þessum hlífu? Ég hafði aldrei neitt almennilegan sens, en þetta er ekki, sko. Ég giska að þetta er bara fyrir sjói, sko. Já. Ef einhver mætir í þessu æfingu, þá er ég bara frá þessu. Bara að hugsa svona, já, þetta er legglífum, sem sé legglífum, fuck, einhvern var sparkinu við þessu. Hvað? Lukas er bara eins og fótbolta. Já, þetta var ekki neitt, sko. Ég Já. varst alveg sáttur með það, sko. Já. Það virkaði svona þykkt einhvern veginn? Já, þetta ef þú myndir finna fyrir því og taka þetta. Ég tók þetta fyrst, sko, þetta
Þú voru ekki með nógu leggklíðum, þannig að ég þurfti að fá sveittu leggklíðunar af Birk Lund. Ég notaði þær. Já, ok. Þannig að ég fekk að fyrst að setja það og ég bara svona, wow, ok, það er ekkert hérna. Þetta er bara shinni minn, basically. Þú veist, ef að headkicka með þessu, game over, sko. Það er bara eins og fólk, bara, þú veist, ég held að þessi pottið stærri á hinum skandinum, sko, löndunum, sko. Það er svo útfæðlega litla, sko. Það er samt Hvað segir þetta er það grínir, já, það grínir. Hvað segir Það er það? ekki bara saman móta hann. Jú, getur það Það verið. Nei, já, það er náttúrulega ekki með neitt yfir ölluna. Ég veit að, sko, ég hef oft sem mikka í svona frá IMAF, sko, þannig að hann fekk bara að eiga sínar. Og þær eru miklu, þú veist, miklu tikkari, það eru yfir öklan og, Já. þú veist, aðeins svona aðeins tikkari. Þessar voru bara, já, þetta var bara fyrir sjó, sko. Já, ok, en það var ekki vörn í þessu. eða? Nei, þú veist, þú myndir bara finna fyrir öllu, sko, kikkinu, sko. Já. Það breyti ekki Það neina. er ekki svo þykkt eins og svona venjulegar æfingar. Nei. Það er eins og bara eins og fótbollsvæði. Já. Já, það var ekkert spjald eða eitthvað svona, ekkert sem komið við stjórn. Ég snerti þetta, ég sá þetta. Það lúkar eins og sé eitthvað svona smá spjald inn í þessu, en samt bara svona eins og fótbollsvæði, sko, ekki eins og þau svona æfinga kickbox-leikli. Það er svona bara með svona púðu eitthvað. Nei. Ég túlkaði þetta alltaf einhvern veginn sem það væri svona eins og hérna fótboltaleiklíf og svo bara svona, já, eitthvað svona teygjusokkur í kring. Ok, en ég er svona, en að ég sá þú reyndi fótboltaður og þá var ég með eitthvað sem með mér svona, ætti hann hafa kannski bara beilað á þessu af því að, hérna, þú veist, sokkurinn er fyrir eða eitthvað. Nei, það var bara þyngdin hans andun þessu. Bara defenda þetta vel, hann steig tilbaka og droppaði niður. Já. Ég man að tala við Bjarka að hann hafi verið leiklega, það er nei, segja bara vikur seinna, já. Hann sagði já en nei. Vel executed með Bjarka. Þurfti að hafa leiklega, það vildi þess ekki, það var bara reitt, sko. Já. Mér finnst þetta ekki að gegja það, sko. Það er svona, ég ætla að sparka, sko. Ég fór í eitt leggkick sem að þú náður að, þú veist, dodgear og hvað svona. Ég hef aldrei sparkað í neitt í fight og ég er alltaf á henni fyrir að keppa og þú verður að gera þetta, skil, bara að finna fyrir tilfinningunni. En eitt fætinn sem ég hef ekki fundið fyrir tilfinningu, ég veit ekki hvernig ég fíla hana, sparka í löpp eða eitthvað bara, ég hef ekki hugmynd. Nú er ég aftur að fara inn bara með þetta missioni, þarf að sparka í eitthvað. Ég veit ekki það. Er að því ég sá þig leggkicka svo ógeðslega oft í... Í sparrið, ég ekki alltaf í sparrið, sko, ég er spammað. Já, ég var búist við því, Já. Bjarki var endast að segja bara leið og hann leggkickar, þá stígur ég með cross. Ég var alltaf býðið til því, líka fyrst að segja það, að því að, þú veist að ég algengt að það opna með leggkick. Þegar ég býðið til leggkick, þá myndi ég bara stökkva. Já. Ég var bara ekki leggkick hérna í fætinum og einu leggkick var, svo stegi ég burtu og ég byrjaði að glóta. Það ert svolítið Kevin Holland. Agalega, Kevin Holland. Mikilvægt. Já, það er mjög rétt. Þannig að þú hefur ekki ennþá, hérna, fengið að sparki neitt? Bara mig. Sparringar. Ég gera endalaust á sparrinu, sko. Það er líka ábyggilega í klippinu sem að þú tókstu. Ég fór allir í svona 20 leggkick, bara eitthvað í þessu Þú varst líka með þetta sparr, þú veist, hann er ekki leikast, hann er ekki undirbúið sig fyrir aðra, þú varst bara að gera eitthvað spil. Ég var bara ekki þreytt, en ég var bara fucking henda bara í allt og mér langaði bara, ég var bara ekki aðeins leika mér. Ég var alveg hræddur að sjá þetta sparring fyrst, ég var bara djöðlir aftur. Það var alveg að finna það, við dróum Anton eiginlega bara af hérna soltbækinu og bara henni er ekki takkinn notum átti byggja. Jó, ég get sem alveg lamið hann og eins og ekki hjóla, sko. Fyndi. Herri, ég ætla að glimta að fara yfir alla styrktaraðila þáttarins. Það er náttúrulega mínigarðurinn, heimauður bara í þetta, þar sem að, hérna, Glacier Fight Night átti að vera sýnt, en var svo ekki sýnt. Og reynd að sína það. Það var reynd að sýna, það var eitthvað vesen á útsendingum. Bara krassa og margur að horfa. Já, en svo var eitthvað vesen að horfa á þetta á brásinu. Ég skil ekki, Það er eitthvað mismunandi hvort fólk sé að horfa á þetta, þú veist, hvort þau séu með einhvern tæki, einhvern afrugljara heima á sér eða hvort þau séu bífið eða eitthvað. Það voru margir lendi í einhverju vesum, sko. já, Það er alltaf bara of mikið álag á þessu kerfi. já, ég heyrði eitthvað svoleiðis, sko, en svo ætlaði ég að horfa á þetta aftur áðan og þá gæti ég ekki gert það. Nei. Það var bara eitthvað villa í spilinu og eitthvað.
Menn voru brjálæðir við því, við hérna fyrir hönd mínigarsins og heima við barðaði þetta og byrst ég að þess okkur. Já. Svo er þátturinn að sjálfsögðu í búði Reykjavík MMA. Langar að byrja að æfa barðaði þetta, svo Reykjavík MMA svarið, mín grunnnámskeið hverju mánuð. Getið kíkt á rfkmma.is og svo er það Yngling, fæðibátvörur. Sveppalundur, styrabústerar, steinlefni, Silagett, alltaf góða stöf. Og sem gestir strákar, þá megið þið velja ykkur Ynglingvöru af borðinu. Já, það er KSM 66 Ashwagandha, Shilajit og litla greddublandan sem er vara mánaðarins. Greddublandan? Litla greddublandan. Það er... Þetta er Makarond og Fenugreek, Tribulus terrestris og Zink. Hvað maður er með? Sko, ég er að taka þetta allt. Já, ég og Biggi mælum með greddunni. Já. Já. Þetta er undar svo nonni og tekur þetta, sko. Já. Það er bara sögur af honum, sko. Það er ekki að fyrsta sem Hákon sagði við. Ég sé alltaf verið jafn mikið bara. Hákon mér slaka það, sko. Já, Hákon er svo óheflaður. Já. Hann er svo fyndinn, sko. Hann er alltaf að grínast eða ekki, ég veit það ekki. Og hérna, kannski bara er hann að bera út einhverjum svona sögur um allan bæ og er ekkert að tjóka með þetta. En hann er svo skemmtilegur og eitthvað og svo er maður bara, mætir maður inn og reynir við svona professional, hérna, eitthvað, Nonni Rógan og eitthvað og hann er bara, you horny motherfucker. Já, það breytir þáldið neitt. Þú varst það fínn í tauginu, Nonni. Ég frétti að það hefði bara maður sendur bara til Keflavíkur frá Reykjavíkur til að delivera vestitaugin. Já, fréttur af því? Já. Já, hérna... Já. Kom maður, hvað er þetta? Ég er það vestið hans. Já, herri, ég tjekkaði mig inn á hótel, sko. Ég tók hótelgistingu fyrir það. Þegar ég var búinn að heyra, sko, að ég þurfti að standa fyrir fram að myndavél og tala allt kartið, sko. Þannig að þá vildi ég ekki vera með eitthvað svona klippbord fyrir fram að mig eða eitthvað svona spjöld, sko. Þannig ég lagði allt kartið á minnið, bara í réttri röð. Þannig að, hérna, ég gæti talað um það, skilur við, á þess að pása og litið nokkuð svona presentable út. Þannig ég var mættur á hótelið upp í Keflavík eitthvað og hérna tek svona fötun upp í töskunni og eitthvað, fatt að ég hafði gleymt vestin mínu. En vissi að the WBF World Champion Colli var á leiðinni til Keflavíkur og hann bara fekk hann til að skuttlaði til mín. Call your bitch. Það má segja það, sko. Það má segja það. Hann lemur mig ef hann heyrir þetta, sko. Það er mér líka, ég beðast afsökunar. Já, ég ætla ekki að gera það. Come at me. Nei, við Colli erum ágætis félagar. Hann færi þess að klippa sem. Já. Ég getur þrösti. Já. En svo var ég bara með einhverja stífar æfingar upp á hótelherbyggi. Og spísbóra í hringi og reyna að muna einhverja 3 púnta yfir hvert fætur. Og svo þurfti ég ekki að gera það. En það er alltaf, alltaf sjálfsöryggi og traust í góðum undirbúning. Já. Líka þægilegt, sko. En svo sofnaði ég á þessu hóteli og vaknaði 7 morguninn og þetta brunaði í bæinn, sko. Þetta var svona bittersweet plan, sko. En gaman að þessu. Hérna, næsti, við erum alltaf að gera upp þetta kart, sko. Það er að ræða eitthvað fæti, sko. Næsta. Já. Það veist bara ekki svo menn hafa ekki svöru glíminu frá Ernst og Vítali. Nei. Bara þeir taka bara gæður og spæðum þar, svolítið. Já, hann var svolítið graður í glímuna, hann Ernest. Já. Hann spáði hvort hann, sko, er það slæmt, sko, hann spáði hvort að þeir svona verði fyrir smá mótlæti, sko, í börnum og það er bara, fuck it in Ernski, fer bara að glíma. Það er undanvægt þannig. Þeir eru svona báðir ógeðslega góðir strækjarar, sko. Já. Vitali, það vita allir að hann er ógeðslega góður, en Ernest hefur bara bætt sig ógeðslega mikið, sko. Ég finnum við að maður sér hann oftar á sparri standa og þú veist, það gengur alltaf mjög vel. Hann er fyndinn strækjar, sko. Hann er svolítið skrítinn, hann myndi ekki búast við að það er svona strækjar. Hann hendi, svona 5 sinnum í wheelkickið. Já. Já, talandi um það, þú skuldaði mér alveg 7 og 5 sko fyrir klippingu. Já, ég eina vídeo af mér í barndagarnum. Það gæti ná wheelkicki, spinning heelkicki. Já. Og þetta var miklu nær en það lítur út fyrir að vera. Það lendi, sko. Ég er það? Nei, það lendi, sko. Það lendi svona, ég fann fyrir það lendi svona efst upp í þetta sem er kúl, eftir það með eftir það, eitthvað. Og ég myndi þarna, ég hugsaði bara, shit.
Og síðan bara ég held hjá. Segja, það er bara... Mér líður illa að geta í podcasti, sko. Það lendir hérna, sko. Já. Kúlan er hér, sko, í finnfinnur. Það er bara náttúrulega. Ó, fuck. Já. Já, Þannig að gafstu Antoni spinning wheel kick kúlu. Já, það er svona, já, Já, jú. þetta er svona greisar. Já, fer aðeins í hanskan og hrifur hausinn. Dóri Díana segir bara, ég hætti springur, ég fucking hætti þessu. Nei, ekki hlusta á Dóra. Hann var líka bara í því, hann veit ekki hvað. Það var gaman að gera það með Dóra. Hann er mikill fanmaður, ég bara hlæjaði mikið sko, var að segja sögnir í mig það sko. En ég er svo hrikalega ferkantaður og mikill svona ofhugsari sko. Þannig ég satt þarna og kom með eitthvað svona hljóðtakkaborð á borðið hjá okkur. Og ég svona, ok, þetta er nú allt eitthvað voða flókið og eitthvað. Og Dóri Díana mætögnin og hann bara með 2 bjóra, setur það á og er bara svona virkar eins og þessi svona orðin svona létt tempraður, sér þetta takkaborð og byrjar bara svona að snúa öllu og íta á allt og ég bara, veistu hvað það gera? Og hann bara, nei, ég er bara aðeins eitthvað að prófa og ég bara, ok maður, bara hver er liftið þessi manning að þig? Bara hann bara að fá sér og bara bíp búp báp búp. Ég hélt sko að Steindi Junior væri eitthvað að fela sig og Dóri Díana þetta hlaupa baksviðs og syngja vokkandi hjá háhunni. Var ekki Steindi og Dóri með lagið hans? Var Steindi ekki lagið? Nei, þetta er bara, Ég eitthvað trefn. já, Já. mjög trögt og einhverjur. En aftur í skotanum tóku þeir ekki þarna bara atriði fyrir Main Event, Já, Mosó. ég veit sko að Steindi vildi rosa mikið vera á þessu kvöldi sko. Aha. Já, það er Dóri talað um það sko. Steindi var alveg að reyna að tróða sér í ykkur pláss þarna sko. Þannig að kannski næst. Það er enda ég var núna að fatta það er Dan Before, gerir Elmar Gauta það ekki, tók hann ekki hérna. Jú, það var Steindi á Ydda á Icebox. Það var þetta rætt. Já, tók þarna hver er svo besti. Já, Já, það var nett. Já, það er ekki original. það er ekki original, ekki jafn original kannski. Nei. Nei. Herru, ef að diskutera aðeins hérna Aaron Kev á móti Sam Hewitt. Já. Ég var stressaði fyrir þessu sko, þegar ég sá hvað Sam Hewitt var í ógeðslega góðu formi og kom með svakalega móttu. Ég hafði smá ágjörð á þessu. Ég einhvern veginn, hugsaði að þetta væri kannski aðeins meiri 50-50 fight. En ég var búinn að giska svona 70-30 eða eitthvað, Já. ég man ekki nákvæmlega. Já. Líka með góðan mann í hóttunum sinni, Danny Mitchell. Gæði sem að barðist mikið, hann er að berjast núna í sko Berenakli. Hann er búinn að barðast í Gunnar fyrir 15 ára með. Já. Ég man að þegar Dominic Gibbs, Cage Steele kom inn í þáttum, þá var hann svo mikið að tala um Danny Mitchell. Sko. Já, sem þessi gæði. Já. Bara gegn sinna úti sko. Danny Mitchell var örugglega eitthvað á Cage Steele örugglega þegar Cage Steele var að byrja, myndi ég halda það. Hann er alveg legend, svona UK MMA legend og er núna einmitt, já. Búinn að bæði keppa í sko boxi og bare knuckle MMA og bara alls konar sko. Það berjast núna bara á þessu ári sko. Og hvað hann gaman, Hann er ekki alveg fertugur og eitthvað sko. ég er ekkert að ungur út, sko. Nei. Mölletið. Jú, hann var svona með málið það ekki. Hann var líka alltaf svona að horfa á mig svona eins og ég ætti að þekkja hann og ég var alltaf svona... Þú áttir að þekka. Já, ég átti að þekkja hann sko. Ég bara lendi alltaf meira í þessu, þetta er svo óþægilegt sko. Hann er kallaður The Cheesecake Assassin. Geggjaður. Hann er 29-1 sem pro MMA sko. Já, og já, bara síðast í júli, bare knuckle MMA. Hann er með 2 UFC bara að tapa báðum sko. Svo var eitthvað í Bellator og svona Cage Steele og það. Ok, alveg teimi. Cage Steele svo. Svo er hann bara að kornera Sam Hewitt. Já. Geggja. En góðu fight hjá Aaron Kev sko. Mér fannst sko Sam Hewitt svona fyrir barnaðan. Og við erum með svona lélega boxstöðu sko. Og svona eiga til þannig að hann þreytti svona að droppa höndunum og eitthvað. Ég held að Aaron myndi bara, klára hann eiginlega fyrr sko. En svo sá ég á viktinni og svona, ok, það kannski svona sýndin ekki gefin veiðin sko. Svo leist mér ekkert á þetta undir lokin. Það var líklega 2-0 komandi inn í þriðjulótuna.
og svo var ég hrættur að Aron Kef væri að fara að tapa þriðju, mögulega 10 ára. Já. Þannig að hann var búinn að chilla svo lengi, sko. Já. Hann virkaði eins og var alveg fastur um, sko. En á sama tíma, svo, ég er ekki að sjá þetta aftur, sko. En svo hugsa maður þess tilbaka, en Aron virkaði, já, eins og þess að hann sagði, maður bara aðeins að chilla. Hann virkaði eins og hann væri bara aðeins að orku og það væri nú allt samkvæmt hans plani, sko. En geggjað fætt, sko. Já. Líka bara þetta er svo geggjað moment þannig að hann kennst að lappur og klára hann. Það veist, hann er ekki bara eitthvað svona sveifla villtum krókum. Hann er bara, þú veist, alls konar högg og upphögg og high kick og svo krókar og beinhögg og bara einhvern veginn, hann bara emptíaði allt vopnabúrið sitt á hann á síðustu 20 sekúndunum eða eitthvað. Já. Það var alveg geggjað fucking moment, sko. Já, síðan líka Aron Kef, hann hreyfir sig bara í tækni, sko. Bara í glímunni og striking, það er bara tækni. Það er ótrúlega að æfa og keppa. Hann gerir það líka seinast, sko. Það er ekki að sama leyti, sko. Það sem það voru 20 sekúndur eftir og þá byrjaði hann bara að hlaupa á hann. Og hann gekk alveg ágætlega, en tapaði þannig. Já, það er bara það sem hann tók hann bara með engum fyrir það. Já. Bara klukkutíma fyrir það. Já, eistun og gæjanum. Já. Klukkutíma fyrir það. Ég var þarna backstage og allt lengur byrjað og kom Bjarki og Aron Kef er líka frá að berjast. Ég er bara svona, haha, góður þessi. Svo var hann að byrja að appa hann og eitthvað. Það er klíka. Já, alveg til það. Mótið sem Ryan Shaw, það ekki? Já, sem er hörku gæði, sko. Já, hörku gæði. Sá hann alltaf mótið Salla hann eins og. Já. Góð fætt. Góð fætt Aron Kefsson. En þetta er 50k Fight of the Night bónusi. Já. Er ekki allir saman á það? Jú. Hver er það að borga? 15 lóta. Það var svo gaman að við komin á þennan stað sem við bara varum að dæla út 50k bónusum, sko. Já, við kannski byrjum að borða þessar sítrónur og borga leiguna fyrst, sko. Við erum þetta í þessu trúðasjói, sko. Sko, skemmtikrafti kvöldsins var klárlega Vesmu Sasa sem að Vítali pakkaði saman. Sko, þetta Dars hjá Vítali í fyrstu lótu. Það vantaði ekki bara, ég veit ekki, kom með einhvern veginn löppunum upp á hann og setja eitthvað mjaðmakrank inn í þetta. Þá bara hefði hann þurft að tappa. Það er ótrúlega komst yfir, sko. Þetta ekki að Darcy á Ítali er ekki djók, sko. Það er ekkert úr, það er gæsland rétt. Og það verið tekinn í Darcy á saman móti. Og þá er maður alveg, maður leyfir sér svona smá að fara. Og það er engin leið út, sko. Það er einhvern veginn bara allt ef veggur. Og maður það er ekkert annað að tappa. Já. Og það sýnir bara hversu góður Íves er og hversu mikla reynslu hann er með við að komast út af þessu, sko. Einmitt. En hann var alls, sko, í smettinu, ég hef aldrei séð, sko, neitt einhvern veginn svona gretta sig jafn mikið, sko. Hann var sár þjóður á þann greið, sko. Já. En þú sagðir eitthvað aðri að Dars væri ekki raunverulegt tjók. Ég maður ekki eftir því, sko. Mér er það mjög Nei, mér er það mjög minnistætt, sko. Ég satt að guillotine. Guillotine, ég trúi ekki guillotine. Það er ástæðan ég kann það ekki. Já. Þú sagðir líka, þú sagðir þetta saman Darcy, sko. Ég held að þú kannski má segja þetta alls konar tjóks. Já, það fer eftir hvað sem gengur vel og svo eitthvað komst úr eða ekki. Djúvill maður, svo ég eitthvað að taka þetta inn á mig og regurgitata þetta og eins og þú veist að tekur pro. Ég tala alltaf oft úr raskatunum minni og það er smá fyrir mig, sko. Já, ég veit það núna. Þú bara sjálftóttandi raskatstalari. Já, það er maður líf. Já, þannig liðum á lífinu. Já, svo bara Vítali, þú veist. Svo er hann bara í vandræðum, maður vill ekki berjast það en hann er Case Steel. Já. Og, já. Það er bara dominita einhvern undefeated gæja þarna seinast. Já. Og það er allir bara skítrættir. Ég meina þennan Lawrence Ég segja að hann eiga bara að fá title fight, þú veist, af hverju ef enginn vill taka fight við hann, þá bjóða hann title fight, það hlýtur einhver að vilja berjast um titilinn, þú veist, það er ekkert að fara að segja eitthvað, nei, ég vil ekki berjast við þennan einhverju þannig góður, ef það er búið titilinn, þá bara tekur þið barðaðan, en það ekki. Ég held það. Síðan líka bara, þú veist, ég veit ekki hvað þeirra spá í, en ég get alveg séð þá að fara að prófa á næsta. Við erum ekki alveg með 9 barðaðar. Jú, hann með einhverja ótalda bardaga þarna í Úkraínu. Var hann ekki 6-0 þegar hann mætti til Íslands og er það núna 8-0? Já. En það ekki? Já, ég heyrði hann væri sko með 7 bardaga úti. Nó, ok. Væri þá... Já, 9. Já, 9 nú. Já. Stóð samt í streifinu, að leysa það.
mjög skrítið. Þegar ég, Það Það er er bara ekki, takk. heiminn sér ekki, já, tackbólusetning er ekki, hinn er ekki, þú veist, merktur. getur verið. En Hann er 1-0 á tapáhalsi, eða þú veist, var hann. já, og síðan eitt sem er alltaf skrítið að Kate Steele, þeir nota tapology. En það er ekkert hægt að finna það með tapology fyrir Kate Steele bara. En samt sögðu að það væri bara 3-0. En ég held að tóku bara, þú veist, Oliver Hans, hann er 6-0, það tóku bara helmingi. Það var, já, veit ekki, við veitum ekki hvort það er það er að ljóða. Ég er seint á 3-0. Það var ekkert hægt að finna ef þú skrifa nafnið hans á ensku. Þú verður að translita yfir og úkransku á ensku. Já, með úkrainska letin. Já. Já, þá getur þú fundið hann úkrainska ferðin. Já, ég held að ég væri bara heimskra þegar ég fann ekki neitt. Já. Þeir eru náttúrulega bara ekki, maður skrifar þetta ekki, líka, maður skrifar eftirnafnið þeirra fyrst. Síðan, Korsak Vitali. Já, hann þarf að skrifa Korsak Vitali á úkraínsku til þess að fá upp gamla fyrir. Já, það er ástæðan eins og þegar hann kom fyrst, þá heldur alveg margir að vera að ljúga. Ég held það svona smá en, þú veist, hann æfði og sannaði það að hann væri ekkert eitthvað 0-0 hálfviti, sko, hann er ógeðslega góður. Já. Maður gæti alveg trúa að hann væri 10-0. Og segja bara, shit, af hverju pröfið, hans þetta og komast við. Þetta er eins og Imma, það heitir samt, þetta er eitthvað hann slafi ekki þetta heitir keppa, það var bara 2 kvöld eða eitthvað. Það sem hann, þú veist, það fekk 6-0 kvöldi. Áhugavert. Já, en er ekki sko, ættu þeir ekki bara að fara pró? Ég veit ekki hvort að Ernest sé með sama rekord sko, eða það var gert það sama. Nei, hann var ekki búinn með neina, en Nei. hann sagði einmitt að það var fyrir fyrsta fætning, bara eitthvað, first fight, but I have a lot of street fights. Já. Sko, ég Bjarki sátumst eins eftir það kom sveitir og Vitali og Ernest voru bara eitthvað að segja bara lífssöguna þeirra. Já. Hvernig það var í Úkraínu áður en stríðið var og áður en Rúði og allt það, maður bara balk. Bara það sem þeir hafa gengið í gegnum til þess að vera geðveikt með ótrúlega mikla virðingu fyrir öllum. Bara fyrir hverja einstæðingu er ég bara að hlaupa hringi kringum salana, heilsa öllum, ógeðslega næs, geða trúaðir. Þeir eru bara eitthvað, þú veist, þegar þeir voru á mínum aldri bara eitthvað að passa sig að það var ekki stungnir og leiðin í skólan eða eitthvað. Það var bara shit. Það er rosalega. Það var þá í podcastið að segja sögum. Já, við ætlum að reyna að fá þá fyrir Kate Steele. Já, það var bara í næstu viku að koma til. Já, í rauninni, við þurfum að setja það upp. Því að Vitali fær örugglega að ætla að reyna að boxa á Icebox. Hann fær ekki bardaga á Kate Steele og Ernest er að berjast á Kate Steele. Hann var berjast ekki aðeins með Hákon, kæmstu eða ekki? Já. Alex Thomas. Já, Alex Thomas. Hann rótaði gæðin, semst voru hann. Já. Hann rótaði á Hákon sem að spila hann hérna. Ég held þá sko að Alex Thomas væri algjör pulsa. Af því að einhvern veginn, sko, Hákon lét hann líta út eins og algjör pulsu. Já. Svo kom Alex Thomas með næsta og var, nei, þetta er þetta fínasti guður. Hákon hitt samt svo gott högg, það lítur ekkert út fyrir eitthvað það fast, en það er bara svona akkur hérna yfir eyra hérna. Það er death, sko. Það er líka debut hjá Thomas þá, sko. Þannig að það hefur verið stress og þannig að það aðeins frosin út af Hákon, sko. Já. Þetta var vel sett högg, þetta var pínuð svo Saint-Denis á móti Darius. Lendir einhvern veginn á saman stað, sko. Þetta er sítrónu höggið. Sko, þú veist, ég grætti svona næstum 200 kall á laugardaginn að betta bæði á Glacier og á UFC. En þetta var svona toppurinn á kvöldinu þegar Benoit Saint-Denis vann og Nonni tapaði sítrónum. Af því að þú veist, ég get unnið mér inn 200 kall bara, þú veist, í vinnunum minni eða öðrum veðmálum, þetta getur gerst hvenær sem er, sko. En það er ekki hvenær sem er, sem að ég fæ að láta Nonna borða heila sítrónum með benkinn og öllu. Með benkinn? Já, hann þarf bara að taka alla sítrónum og bara borða hann alla. Já, þetta verður geggjað útvarp. Já. Bara, sko, þetta er náttúrulega að hugsa sem svona aðeins öðruvísi content creation. Já, við tökum þetta upp á vídeo líka, sjálfsögðu. Geðveikt. Sjálfsögðu. Já, geggjað. Ég bara vildi vera viss. Og með þess að geggjað radio content, sko. Já. Herri strókar, þið veldu okkur ekkert yngling. Vil ég ekki taka eitthvað til ykkar á borðinu, eða? Þetta er græddan, já. Já. Við tekum það mjög. Já. Það er þess að hugsa konunnar. Já.
This one's for you, baby. Nonni segir hæ, tjók. Já, sorry. Það var mjög svo fyndið, sko, þegar ég var alltaf að keyra hringinn í sumar og eitthvað svona á Glíma og fór þarna í Ísafjörð og BJ North og Atlantic og eitthvað með eitthvað svo kassaðar yngling, allt sem gerði menn graða. Menn voru bara, fóru í kassan og bara, hvað gerir við graðan? Já, tekið það! Það var geðveikt. Nei, þetta er mjög gott stöf. Ég tek hérna grænublönduna, sveppablönduna og kraft, og þá var maður einhvern veginn, og Sillegit náttúrulega, og þá maður einhvern veginn bara komið með allt af þessu, þessu auka fæðböðudóti, þú veist, af sveppunum og styrrabústurum og dóti. Svo séum maður bara getur af þessu. Eru 6 silki dagskaftur? Já, ég held að við erum alveg sloppið með 3 eða eitthvað, sko. Mér finnst bara ógeðslegt að taka 6 silki í einu, Eða í einu? Sko, ég tek sko 15 hilki í einu ef ég er með allt, sko. Allur minn Superman cocktail eins og ég kalla hann, sko. Það er 15 hilki. Það er svona orðið. Hallast þetta. Þetta er Dóna-podcastið, 15 lótan. Takk að þetta var við sátum fyrir þessa mynd þarna. Það var ekki eðlilega slæmt, sko. Þetta var slæmt fyrir, sko. Mér finnst bara svo fyndið, mér finnst alltaf fyndið þegar ég horfa á þessa mynd af okkur tveimur hérna að sitja fyrir naktum. Hvað þú ert rosalega lóð. Já. Ég kalla þig alltaf sko Biggie Bruce, sko. Já, fíla það. Já, það er gott. En geggja hjá við listamann líka, sko, að teikna öll tattooinn og svona. En ég er clean shaved og stoltur af því. Þú séð, mjög stoltur af því. Já, af því að ég gæti sko aldrei verið sko loðnar eða neðan en ég er að ofan. Þannig að þú veist, það myndi ekki make any sense að vera með eitthvað svona reverse system í gangi. Þetta er ekki alveg skeggfæður. Að það sé, já, það sé bara fært á milli bara. Já, bara punghár og superglú og þá var það. Þetta er bra. Nei, nákvæmlega. Jésús. Herru, hérna, Vesnú Sasa, hann berst mikið á K-stíl. Ég er ekki bara búin með einn og K-stíl það. Nei, það er hann berst alveg meira það, sko. En sko, hvernig er ýst ykkur á árið, þú veist, 2006, við talum að hafa Glacier Finance, skilju, á 2 ári. Þú veist, það var einu sinni fyrir part, einu sinni seinni part. Þú veist, eru menn kannski, þú veist, sjá þið fyrir ykkur að þeir taki það svona inn í reikningin þegar þeir ekki upp árið ykkar. Að reyna að vera á Glacier Finance. Eða kemur það bara svona auka, það er ykkur alveg sama, eða þú svona. Ég er náttúrulega í Reykjavík mann. Já. Það er slett að fyrir mig að komast á kvöldið, sko. Já. En þegar mér er 100% þá var eitthvað vinnismenn, sko. Og ég bara alltaf vilja vera á þessu kvöldi, en ég var seinast og það eru margir aðrir græðir í þetta. Náttúrulega mun ég ekkert segja eitthvað, ég vildi miklu frekar meira að kempa eitthvað krakki, sko. Þú veist, ef ég fæ borða, þá fæ ég borða, sko. Mér langar gæti borða og Bjarki veit að ég er græður í það, sko. Ég skilji. Enda með það. Já. Myndu bara Bjarki. Þegar lítið græntipattan kemur. Ekki hann dag stæða þetta, það er ekki fokkin borða. Bætti Bjarki með lay off the drugs, man. Hvað segir þú, Anton? Það var geggjað. Það var skemmtilegt að svona atmosphere, sko. Ég er alltaf svo sama krátið, sko. Þegar ég er að keppa í Englandi, ég er ekkert að pæla í krátinu, sko. Eina skipti sem ég reyndi að pæla svona smá í því seinast, bara það hefur svo ógeðslega mikið að cheera hingað, en ég bara hvað er ekki bara shut you guys up. Ég bara ég fann að ég var að fara fucking smetta, ég fann að tíma sem ég var að koma, ég svona býður bara, þetta er alveg að vera að gerast, og síðan krakkar ég bara og ég bara en það er eina skipt sem ég hef eitthvað pælt í. Mér er alltaf alveg saman, en þetta krát var svona, það er svo gaman að hafa Íslendingana, þetta er ekki bara fólk sem þú þekkir, þetta er bara fullt af Íslendingana, geggjað, svo gaman. Þannig ég held að ég var til að keppa þau, sko, það var alltaf gaman. Já, næst, það er líka, og mér fannst einhvern veginn svona, Íslendingarnir voru svo peppaðir í þetta, það væri skrítið ef það tæki ekki krátið inn, sko. Já, ég er svo vanur að gera það ekki, sko, en ég bara þurfti ekki, þegar ég var að labba þarna út, ég verði að gera eitthvað. Ég verði að sýna þessi krátinu svona smá respekt, en alltaf ég veit, ég er aldrei að gera neitt fyrir krátinu. Ég er bara þarna fyrir sjálfan mig, sko, bara að keppa þarna gæja, bara til að fá reynsluna.
sem að kannski slæmur á hann, sko, ég þarf aðeins svo duglegri að vera út að þetta er entertainment, skilur, þetta er show og þau eru að borga fyrir þetta og svona, þú veist, maður ætti að vera aðeins meira svona eins og Musasa, sko, og meiri svona stemningsmaður, sko. Svona entertainer. Já, alltaf sjálf sniður. Já. Mér fannst svo geggjað að hafa tekið þennan fight. Það var svo gaman að hafa Mjölnir þarna. Það var svo gaman að fá, þú veist, hérna Jón Viðar og Halli Nelson voru í krátinu. Svo þegar þú kemur inn og það er einhvern veginn svona Gunni og Mikael Aklibrunur með þér og svona að fá svona eins mikla íslenska breidd og hægt sko. Þannig að mér fannst þú alveg svona algjörlega ómissandi á þessu kvöldi, sko. Ég vona að verði meira af Mjölnirstrákum, sko. Já, ég held að allir strákarnir vilja keppa þessu, sko. Steinar postaði bara beint eftir Já, extra, sko. Viktor postaði, er þið með próf? Einhver matchup, þú veist, Reykjavík móti Mjölni sem að þið sjáu fyrir ykkur og væri að gera næsta Glacier Fight. Þú veist, eða með einhver Reykjavík sem getur mætt, þú veist. Sko, hann var spurt þarna, þú veist, þarna, fyrir Adam Kevinsson, áður hann kemst með til Sam, þá ætlaði hann að matcha hann við ekkert í Mjölni, sko. Steinar eða Mikka. Já. Það er Steinar og hann Kef, bara, fíl hands. Gekkjaði bara. Steinar er kannski svona einu sem gæti actually, út að hann getur meikað 75 alveg svona frekar þægilega, þú veist, ég held að, já. Myndi hann fara í 77 eða 74 eitthvað, þú veist, taka veltaveit eða superlightweight? Steinar? Já. Ég held að hann getur alveg réttilega fara í, hann vill samt fara, seinast sko var hann alltaf í veltaveit, hann vill held ég vera að reyna þess að þingjast, hann er svo ungur og hann er að byggja vöða og svona. Þannig ég veit ekki hvort hann myndi vilja fara í 74,8 sko, en þú veist, hann hefur gert það áður, hann getur alveg gert það. Þannig að getur við geggjað sko. Ég vil eiginlega ekki vera að fara undir 77 í amateur sko, nema svona rétt árinni fyrir pro, þá myndi ég vilja taka 1,74,8 og síðan eitt bara niður í 70. Það er okkur sem ég myndi vera að kvæta niður í 70. Og vera í lightweight sem pro. Já. Og það var svolítið svona Michael Chandler. Það var svo rough cut sko, það var rough. En ég var að pæli þegar ég var að kvæta fyrir þetta, var ég svona að hugsa bara svona, ég myndi ekki bara bölka upp og fara bara í welterweight og vera bara í welterweight í þessi. Síðan var ég að horfa á þetta fucking kartna, ég sá Michael Morales og þarna fucking Carlos Prater og ég bara svona, nei guys, ég er ekkert að fæta þessa gæi welterweight, þetta er fucking huge sko, það var ekki sjans, ég er að vera lightweight sko. Það meikar engan sens hversu stór Michael Morales leit út á meðan við Sean Brady. Ég var svona, hvað er ég að sjá eitthvað skrýpilega? Það er bara svona cartoon character, hafið spilað nýja UFC-leikinn. Ok, allan að spila hann og spila Ian Gary, hann er bara svona fáránlega stór. Hann er bara svona comically stóra með alla það. Það var Michael Morales sem Sean Brady, hann var bara miklu stærri en hann. Ríkalegt. Ian Gary er byrjað svona heavyweight. Já. Michael Morales, eins og þú segir, sko, hann var ógeðslega stór. Hann fáránlega. Svo hann líka búinn að lækka beisið sinn og allir bara séð hvað hann lækka beisið sinn mikið, en hann er samt bara 20 cm hærri. Bara þykkari næstum. Já. Það er mega enga sens, ég skil ekki alveg hvernig hann var 77 alveg, sko. Nei. Ég held að hann sé ábygglega að vera í middleweight, sko. Ég held að hann sé ekki að vera að vera í 77. Það er stór, sko. Það hlýtur að kasta áhuga mikið. Já. Herri, Biggi minn, það kom spurning úr sal. Hvenær er Biggi vs. Nonni rematch? Pro-reglur og 4 únsu hanskar. Já, ok, er það Arnór? Ég veit ekki alveg hver... Þetta er alltaf Arnór. Ég sögði aldrei hvernig. Nei, það er ekki rétt. Ég er sko Daily Science Facts. Ha, Daily Science Facts? Facts. Já. Þetta er Arnór. Já, það er... Hvað er þetta fæll að setja saman með næsta Glacier Fight Night? Já, það er sko. Bjarki make it happen. Já. Ég myndi elska lífið. Ég bara sagði ykkur annað, ég myndi elska lífið ef ég var með fight og ég fengi svona að rífa mig úr skyrtinu svona af kommentatorborðinu og bara svona ég tek fightin. Hvað eru fleiri komment? Já, hann er bara fann að fokka júgurt. Þetta er auðvitað sér. Heldur það? Já, þetta er eitthvað svona. Þetta er alltaf takkið til því. Eða eitthvað sem hefur hérna leiktaður hundapössun og líkar ekki vel við þig líka. Já, það getur verið. Herri, ég er til hvernig sem er, Biggi minn. Já, næsta Glacier Fight Night það. Já, það er ógeðslega illa gert á okkur að taka pláss á Facer Fight Night, Glacier Fight Night. Í eitthvað svona bull, sko. En ég er alltaf til í hvað sem er, sko.
En við hefum ennþá hérna, okkur er ennþá búið hérna bóksbardagi á HFA Open. Já, það er hljómar dúbúl. Já, bóks með glímu, þá hérna. Það væri ákjósanlegt. Það er chessboxing. Já, ég get örugglega unnið í skák. Ég get að vera hérna, þá vil að skákin kemur aftur. Það er bara, já, ok. Já, það er klika. Hérna, já, Hvað er maður að segja núna? ekki neitt. Hvað? Nei. Þetta er Arnór, hann var að koma með eitthvað vandræðalegt fyrir þig. Já. Hvað er þetta? Nei. Nei, hvað er þetta? Þú verður að deila. Þetta er eitthvað fáið í hópin. Já, þú verður að deila með fólkinu. Hvað er verið að skrifa? Held að nonni ringworm sigli þessu heim. Já. Já, ég vinni þetta verður sko ringworm tap-out sko. Það kom eitthvað tímabil, þar sem ég bara mátti ekki sko lesa orðið ringormur og þá var ég bara komin með bara hérna í smetti. Ég held í Tælandi, það fekk ég bara einn bara hérna sko. Ég fekk bara eitthvað svona kóróð sko. Það var hræðilegt sko. Þetta er svolítið vandamál hjá þér. Nei, bara vandamál hjá mér sko. Já. Ég veist, ég fæ þetta bara, þú veist, Tælandi leikir við maður bara í öllum tímum sko. Ég er bara hræðilegt sko. Ég er svona tímabil. Hún er einn maður. Já, Allir er betra. já. Sem ég var að Erum maður ekki frá Þormir Ríkó, þannig að mammi kemur. Slaka. Bara, þú maður bánum, það tíma bara kemur eftir, sko. Og bara til Thailand sem kemur ykkur á Fransi. Ég sá ekki einhverja mynd af einhverju, þetta var eitthvað svona hérna, seminar í Mjölni og ógeðslega margir saman á mynd. Og ég hugsaði bara, vá hvað hringur hún hana. Og svo sá ég hérna á FBC BJJ eitthvað að Daði kommentaði eitthvað, ég fekk hringur hún hana á seminarinn í Mjölni. Já, ég sá þessa mynd af öllu þessu fólki, ég bara, það er einhver með hringur hún hana. Já, þetta er bara hluti af leiknum sko. Ég ímynda mér alltaf að sé svona hringormsmóðir sko. Það er einhver einn gæi sem er bara með svona stórun á hringunni undir bólnum sínum og hann er svona þetta broodmother of ringworm og er bara deila þessu út allt sko. Við þurfum að finna hann og berja hann. Er Ari ekki að skúra á mótunum og er það málið? Ég er ekki, það er ekki svolítið lengi, en sem mál. Já, það er málið. Já, það getur verið. Það er Ari skúrar nefnilega geðveikt vel. Já. En ég held að sko chat-tröllin okkar, þetta er Jón Frank og eitthvað vinnur hans. Já. Hvað er eitthvað meira að gerast þarna? Já, bara hérna, það er verið að halda fram að þetta sé nú bara þú. Ég er byggið úr 5. lótunni. Já, Já, ok. þetta sé nú þú á einhverjum fake accounti þegar niður í að kommenta sko. Það er lígi. Já, Er ekki Jónfrank bara, ég er ekki svona shithouse í glímu heimilinu. en hann hvað? Algjör shithouse. Það er algjör meistari, alltaf bara eitthvað fokka sko á mótu. Já, Þú óttist að fara út hana. Afturlega í bakjælum, svo bara... það var enda ógeðslega gott. Já. Erum við búin að spjalla í klukk 1,5 tíma? Já, shit. Já, það er kannski mikið sens. Hvað er nummer 2? Ha? Það er 2. Já, eitthvað svo leiðis. En ég digga Jón Frank og þetta shithouse í honum. Já. Já, nákvæmlega. Og maður fann að taka eftir honum og svona. Það er bara góður í lífi. En hann eitthvað að snöka líka. Já, Já, það er líka bara fínt. Herru, næsti bardagi á dag sko er sko Ari Bíning vs. Antons Smári. Við hefum ekki drætt henni bardag. Ég er alveg á því að Ari Bíning hefði ekki getað gert það hans betur og tekið þess aðeins meira alveg. Tjók. Þú vilt ekki gefa Ara bakið í næsta bæt sko. Nei, herru, meina vendið í fjæðarvöktinni Hákon Arnarsson á móti Erik Nordin. Hver vill byrja og gefa skoðan sínum á þessu Ég færi? vil segja bara, ég er mjög til að segja mér finnst þetta flottur. Ég held að Hákon væri að fara, þetta er auðvitað fyrir Hákon. Ég átti með þess að vona að Hákon myndi fá ná rótökinn, sko. En Nordin er bara flottur, Hákon átti sterka fyrstu lótu. Nordin kom svolítið inn í þetta í annar lótu. Ég held samt að Hákon að tekið lótuna, en Já. maður var samt ekkert viss, þú veist, að 3 lóta byrjaði. Ég var ekkert svo viss að, þú veist, að Hákon væri að leiða þetta, sko. Já, ég var svona nett kompetent að Hákon var nú að leiða þetta kompetent í þriðju lótu. Ég var svona að vona bara svona, fá ekki að vera, núna erum við á Íslandi, erum við ekki bara með íslenska heimaþróun núna. Já. Já. Ég horfði á fætinn bara, þegar við sendir á mig og ég sá þetta, ég gæti ekki séðan eftir á, það var svo mikið af fólki fyrir hurðina, náðu ekki að horfa á hann. Út af því að ég heyrði þetta
og svona, þetta var svona smá efasamt hver vann. Svo horfði það ekki, Hákon stúta á hana, Hákon pakkar hana saman. Þú veist, jú, hingaði náðalega að lenda höggum, þetta fænt, þú veist, þú getur ekki, þetta ekki, að geta Matrix, skiljum við. Það líka Já, takedown sko, hann alveg kröftugur, svona hann svo kubbur. Hákon stóð allt bara ekkert máli upp, þú veist, það nátti ekkert erfiðleika að standa upp. Hingaði leit ekkert út frá rosalega góður að halda hann niður. Hann náði hann niður, en síðan bara veistu hann bara vera smá svona lost, hvað gerir ég næst? En takedown er geggjuð satt, sko. Hákon bara drillar ógeðslega mikið að koma svo langt, bara aldrei settla í neðri stöðinni. Góður að koma sér upp á beint á base og Mikið PTSD eftir Randy Fungula. hann leit út fyrir að vera sterkur gæi, sko, það er ekki létt að komast frá honum, þú veist alveg hvað þetta gera, það er ekki létt, sko. Nei. Hann er fucking huge, ég held að hann sé núna pro. Já. Þannig að ég veist að bara tíka og gæða, sko, hann bara dæmt hann ykkur Khabib-stöðu og bara fucking destroy hann. Já, ég hef ekkert fylgst með Fungula. Nei, ég gerði það bara eitthvað randomly, ég ger þetta svo oft, sko, ég fer bara eitthvað, skoða eitthvað svona amateur fæta eins og alltaf þegar ég er að fara að keppa. Þetta er bara eitthvað, núna eitthvað habit ritual sem ég ger alltaf þegar ég er að fara að keppa fæta. Þá horfi ég bara á milljón amateur fæta, ég sé bara eitthvað milljón random ass amateur fæta og ég horfi alltaf á þetta og ég sé alltaf bara svona hvað eru svona semi lélegir, bara fuck hvað ég hlakka, bara til að hæpa mig, bara fuck hvað ég hlakka til að keppa. Gera þetta vel, þú veist, láta þetta líta vel út og vera, þú veist, ekki bara eitthvað svona gett viltur, gera bara eitthvað rugl sem að gera svo oft í amatöurfætum. Þannig að kemur í gott svona headspace á að fara að keppa. 100%. Þegar ég er að horfa á prófæta þegar ég keppa og bara svona, þú veist, ég veit ekki, það kemur ekki að svona, að góðan gýr einhvern veginn, ábyggilega bara ég er ekki pró. Þannig að þetta er svona ekki verið sama level einhvern veginn. Ég detti í svona svipa, svona rabbit hole, bara ég skoða allt Tapology. Ég á tímabili sem bara þekkir alla Íslands söguna, og talandi það að ég og hann eigum ekki fyrsta Íslandingaslag. Í MMA. Alveg við? Já, þið eða ekki, heldur. Nei, það var eitthvað fyrir langa löngu. 2016. Já. Það var innaf, 2 minnismenn, einn er að gaf og verbal tap á fyrsta sett. Já, Fyrst er ekki fætt. það er svona eiginlega fætt, sko. Þetta var 2 minnir. Hverju? Hvað? Viltu eitthvað við þetta? Já, Egill er gæðin sem vann eða ekki. Ég held að Egill Ottwin eða eitthvað. Já. Það var 7-1 eða eitthvað, alveg gott rekord, alveg góðu gæði. Og hinn gæði mætt honum og hann þú veist, ég mynd, eins og sagði, gaf verbal tap til að koma hann fram hjá. Og Bjarni Kristjánsson. Já. Þessi Egill gæði var alveg góður, sko, 7-1 record eða eitthvað svo leiðis og alveg bara, ég held að hann vann mótið, sko. Já. Vann einmátt, Já. Þetta var svona, ég veit það, mér finnst einmátt núna vera allt öðru seldur á margt á. Núna finnst mér að vera miklu meira svona, svo mikið af svona fucking gæðum sem er að koma, sem er bara svona smörfa bara í einmátt núna. Já. Þessi mikið af gæðum sem er bara fucking bara seasoned pros að koma að og bara fokka fólki upp. Og síðan líka fá bara fólk sem er að stíga fyrstu skrefin sinni í bardaðettur og bara eitthvað í IMAF. Þetta er svo mikið bara svona rugl, þetta er svo, þú spilar eitthvað tölvuleik og þetta er bara svona open queue, þetta er bara eitthvað bara top rank player á móti einhverjum bara silver player sem Ég held að Imma það bara áhama. Já, það er það, sko, en það er svo mikið af svona rússum og í svona lundir sem eru búin að taka bara 30 fæta sem að enginn er búin að merkja og þeir koma að inn bara rústa gæðum, Split, sko, ég sá eitthvað, gæði alltaf að posta á Instagram. Hún er bara dominant lið. Það er bara, þú veist, takja bara föður sem er bara að keppa hérna fyrsta mótið sitt. Kannski eitthvað 3-3 rekord á með þetta er einhver Mohamed svona 40 og spinning, þú veist, á wheel kick KO. Beint á Instagram Reels, svona, ég bara, þetta er ómögulegt. Já, hvað er þetta að gera? Angól, það er smörfa. Ég kann ekki svona ungbarna líka. Það er term fyrir það er bara í tölvuleik, eða þú ert bara miklu betri en aðri segjum bara spila í tölvuleik og þú ert hátt rank í tölvuleiknum og ferð á annað account og spilar með læra ranki. Bara að hlusta þeim bara. Þetta er svona þannig. Það er svona smá þess að innaf getur verið. Það er þessi gæði sem eru bara fáránlega sem ætti ekkert að vera þannig að það er samt að með það.
Já, já. Rúst þetta. Svona bara í, svona sem ég færi bara í eitthvað í fjórðaflokki fótbolta og eitthvað rúst upp kröppum. Svoleiðis. Shit, það fokkin liðlegt maður. Herru, já, en til að rappa upp barndanum Hákon, sko, hefði hann ekki mátt sparka meira? Sparka hann eitthvað mikið? Ég veit ekki. Hann er alveg fín legg, sko. Hann hefði alveg mátt gera meira af því, en þeir eru báðir að bíða eftir brústurinn. Þeir eru báðir counterpuncher, eða ég þekki hann, það er eitthvað mikið, en mér finnst Hákon ganga ógeðslega vel þegar hinn vill advansa. Og Erik var ekkert að advansa. Einu skiptin sem hann fór áfram var til að taka niður. Þannig, ég held að Hákon mun 100% fókus á að byrja. Að hann mun vera að sækja meira. Og það að því að ef maður stendur bara fyrir framan hann, getur ekki neitt og lappar í hringi, þá, þú veist, þá held ég að hann myndi bara vinna á octagon control. Þegar hann er svona mikið að bíða eftir þér, sko. En, ég geðast ekki ágeð, maður bara, þetta er svo kláma hann að stræka, sko. Þessi counter left hook, sko, er svo mikið money. En mér varst eins og Erik Nordin væri búinn að lesa það, sko. Hann vissi alltaf að hann var að koma, það var svona hjólaði svona, fann að færa sér mikið á sína vinstri, alltaf frá króknum. Og þá var ég svona, það var eitthvað í mér sem að kallaði eftir sparki af hægra fætinum, sko. Mér fannst hann vera svo opinn fyrir því, sko. Þannig að ég var svona, það sem ég hugsaði fyrst eftir hann barða var hvað væri gaman ef Hákon væri með gott spark af hægri fætinum í sama gæðaflokki og þessi counter hook. Alveg, Hákon og Kiddi, þeir koma að þessum Elliot Taporia bát, sko. Bara þeir trú ekki á spörk nema þeir í löpum. Ég hef ekki séð Hákon sparka í neitt annað en þeim fremri löpun á þeim. Þegar hann, þú veist, hann er með þetta boxer stíl, Elliot Taporia, hann er bara carbon copy, sko. Og ef Elliot Taporia mætir alltaf inn á headkickar næsta andstæðing svona 4 sinnum, skal bara lofa ekki því að Hákon mæti með headkicknust. En þú veist, auðvitað er ekki til betri maður til að idolisa upp á getu heldur en Elliot Taporia, sko. Nei, 100%. Þannig, hann mætti hafa sparkað meira í þessum barðaða. Já, en ég hugsaði líka með svona hvernig líkamsstaðan Hákons er í þessum barðaða, sko. Hann minnir rosalega á Taporia. Alveg bara geðveikt mikið. Og í rauninni, sko, það er ekki einhvern veginn rosa mikið í boði að sparka í kviðinn á Hákoni, sko. Með einhvern veginn hvernig stendur og með hendur það, sko. En ég svona, já, bara velti þess að þetta var svona fyrsta sem ég hugsaði eftir hann fætt, sko. Hvað það var ekki geggjað að hann væri með gott spark. En geggjaði á Hákoni, veist, bara stórt moment að taka main eventið á þessu kvöldi og standa sig svona vel. Ég fekk svona tölvunörda-væp af Erik Nordin. Nú eru þið svona pínu tölvunördar, sko. Já, mér finnst það líka svolítið. Ég var svo vissum að hann væri bara að fara til Noregs aftur og logga inn á World of Warcraft og spila Orc Warrior sinn og tanka eitthvað dungeon, sko. Ég veit samt að hann væri algjör meistari. Já. Bara eitthvað Kiddi hefði gaman á honum og væri svolítið sko. Já. Er hann ekki, hvað er hann stór? Já, hann ekki svona... Pínulítið, já. En ekki svona 1 á 10 eða eitthvað. En þú veist, hann er realistically, ég hef ekki með 1.65. Herri, ég get bara sagt þér að hann er nákvæmlega 1.65. Já. Eftir einhver? Nei, hann sagði það, hann væri 1.65. Við þurfum ekki að giska. Hann viktaði 1.66,15 kíló, 1.65 á hæð. Hann har aldrei verið svona þungur. Hann var bara eitthvað að massa sig upp í hann bara. Já, hann var keppa í 57 kílóum, sagði hann einhvern veginn. Bara flyweight. Já. 66. Já. Og hann er bara, vá, ég hef aldrei verið svona þungur maður. Og ég bara, þú veist, 66 kíló, sko. Ég bara, gaur. Það virkaði samt þykkur, hlustur og mjög þykkur. Já. Nei, svo mikið, hann bara einhvern veginn lágvaxinn, þannig að ég trúi að hann væri, já, í þyngdaraflögin neðan, jafnvel fyrir lagveit, sko. Hann þarf bara að vera betri að fæta lágvaxinn, sko. Það er ekki náttúrulega. Það er ekkert eitthvað, það er ekkert erfiðara. Nei, ég man að þú sagðir að þið þætti betra að vera lágvaxnu gaurinn og mæta hávaxnu gaurinn. Það er bara fint, þú verður bara að læra að koma svo undir höggin og bara svona tímisölda. Þú veist, þú nærði einu góðu svoleiðis og nærði að kýla ekki á sama tíma.
hrikalegt, sko. Einmitt. Þú farið svo mikið, bara, það sem Ilja bara róta alltaf þessa gæja, skilju. Fyrir utan allan sjálf, skilju, það getur bara fucking dökka og bara fyrir bara með allt. Hann kýlur orðlega mikið bara með öllu, bara setur allt inn í þetta, svona þykkur, lítill gæi. Bara gera bara svoleiðis, það er svo mikið power sem kemur úr því, sko. Svo ekki pottið gert það með bildið hans, en bara ekki hvernig hann stendur svo mikið svona víða, hann stendur svo karadilir eitthvað, sem meikar eitthvað sens, þú ert svo lágvaxinn, ekki að vera svona langur, með lítill gæi, bara spætur lítill gæi. Já. Ég hef ekki hugsað út í þennan mikil. Hann ætti ekki að taka þetta karlistans af því hann er svo lágvaxinn. Já, það er ekki, þú ert ekki, já, þú ert að öllum líkindum eftir bara gerast með þetta Hákon, skilur, miklu hávaxinn gæi, getur bara verið þægilegur bókstansi og þú ert ekki að fara að ná að, þú veist, koma þér inn og út jafn mikið, þú ert bara frekar bara vera lítill, bara fæta lítill. Það er definitíð að vera aðeins sterkari leikur fyrir hann, sko. Fyrir þannig sátt á, það er bara hún. Sko, ég fekk smá tilbyggingu fyrir því að Hákon myndi líklega að ná að klára. Var þetta missed opportunity það? Maður er svo hræddur, ég var mjög hræddur við hann leiði komið með hann upp í búrið og ég byrjaði svona smá að tía off, gera annar lúti minni. Hefði ég haldið áfram, hefði þetta, þú veist, kannski enda þetta, hefði ég kannski verið rotaður, af því maður er svo hræddur við minni gæja, þeir generata power svo léttir það. Þetta er ekkert stór hreyfing sem þau þurfa að gera, þannig að ég sérstaklega hræddur þennan gæja, generata mikið power frá engu, sko. Og eins og á móti einhverjum sem er stóri ef ég er með mig sjálfan upp í búrið, þá er það miklu fyrirsjánlegt, sko. Því að til að rota eitthvað, þá þarf ég að hreyfa mig mikið. En Erik og Anton, þeir eru svona sama hlutfall af stærð þar á milli, sko. Og ég bleymaði ekkert Hákon fyrir að fara ekkert á eftir finishinu, af því að það er svo ógeðslega skeri að vera með einhvern upp í búrið, vinna þar, og maður veit að þessi risa hægri sé fara að koma, þú raskat af honum, maður bara hreyfir sig ekki, en samt er bara helvíti, sko. Þannig að það, Erik Mörgvin tólkaði hann alveg ágætlega í þriðju lótinu, maður sá alveg að Hákon fór með svona hausinn til hliðar, sko, hann talaði um að hann var kannski ekki alveg í jafnvægi þegar höggið kom, sko. En samt alveg, þetta var alveg, maður var alveg hræddur þegar þetta högg kom, maður, það myndi taka smá tíma einhvern veginn recover eftir það, sko. En svo virtist ekki hafa það mikil áhrif á hann, sko. En þetta var þarna eitt högg í þriðju lótu sem maður bara fekk alveg smá í hjartað, sko. Já, einmitt. Þetta var alveg, já, það var satt, sko. Eins og Ari segir, sko, hann generata alveg power, sko. En það sem ég sá í þessu var svona, þú veist, svona Hákon meittan. Það var svona annarkvort að það svona tee off eða bara svona leyfa honum að halda pressinu bara og halda þessu bara tæknilegu og þú veist, leyfa þessu bara að koma svolítið náttúrulega, sko. Já, mér finnst það sýna þroska. Sko, sýndilega bara þroska hjá Hákoni. Geggjað. Þá hafa síðustu bardaginn á Glacier Fight Night. Gjöðu þakka mig til að fá næsta. Þetta var ekkert eðlilega gaman. Eins og maður vann mikið í kringum þetta og preppaði mikið og það var bara svo fallt kvöld. Sjúklega vel hefn. Sjúklega vel hefn. Ég ekki verið að koma tímabært að kveðja Glacier Fight Night? Jú. Það að gera upp sig með okkur, það ekki? Ég misti alveg á því, sko. Ég sofnaði eftir lífumbardagann. Það er bara það sem ég fór á, sko. Síðan bara, ég sofnaði ekki eftir lífumbardagann. Byrjaði að horfa á Sangwei og Valentína. Var þetta ekki hundlega tvært? Já, þetta leit út að vera, já. Ég var bæði komið, þetta var impressive hjá hann báðum, en þú veist, þetta var ekkert svo það skemmtilegt að horfa á. Þú veist, það voru 50 mínútur bara af einhverjum hnoðum, basically. Og ég var alveg að sofna, þú veist, reyna alltaf með fólkinu var ekki niður. Þú veist, með því bara hvað, þú veist, BSD, Carlos Prates, Michael Morales, það var bara að vera bara neglur, fattar þau. Og svo koma þarna 50 mínútur af pretty much engu, sko. Ég Ísland á Dilemma, Beinmestara. Og ég aldrei ég fór í síma, bara niður í lotu fyrir Championship Fight. Hann var ekki með neina leið upp, hann náði ekkert skambla eins og hann gerir yfirleitt, sko.
Mér fannst Jack líta svo off út eitthvað. Það var bara svo, það var eins og var ekki svo að reyna að búið til scramble. Það var svo hrættu við að vera söppaður eða eitthvað af, þú veist, darsinum eða eitthvað. Þú veist, vanalega þú veist, það bara reyna eins og, það er ástæðan ekki að það fíla Jack. Ég bara, Jesus, pace pussar þessi motherfucker. Þú veist bara, hann dauð þreytur hann í fætnum, en hann samt bara forsi eitthvað wrestling scramble, þú veist. En hann var bara, hann lá hann það bara. Þú veist, ég neita að trúa að Islam er það mikið kaliber betri en Bilal að gera nákvæmlega þetta. Bara no way að, ef Volkanovski gæti gert svo mikið scrambles, 145 þá hlýtur þú sem er natural 170 að geta gert eitthvað en hann bara gerir ekki neitt. Hann bara hlýtur að vera að hann var eitthvað off eða bara Islam er bara eitthvað beast í 170. En ég held ekki. Ég held að sé ekki sjens að hann sé svona góður í 170. Ég held að Jack var bara eitthvað fáránlega smeykur bara fyrir fætið, hann bara misti hausinn eða eitthvað og var bara ekki að performa, sko. Nei, ég held að það sé rétt hjá það, sko, að það er líka kornir hans kemur til hans og bara, hvað ertu að gera í hafgar? Já, þú veist, hann bara situr það, hann er ekki að reyna að setja butterfly sem hann er góður í, hann er góður með góðan butterfly guard, hann reynir ekki, hann bara sleppir, hann bara, ég ætla bara að liggja hérna og bara vonandi næði defender hans að take hann, sem hann tekinn aftur niður, ok, í round 2, ég liggja hérna og býði til næstu lotu, meikar engan sens, sko. En kornir, ég man eftir að reyna að hlusta á það, ég bara, akkur er ekki að segja hvað hann að gera. Það er bara, já, stattu. Þú veist, Greg Jones kom einu sinni inn í búrið þar að segja, hann hlýtur að hafa verið að gefa honum teknileg skilaboð, sko. Já, það er bara trúi ekki öðru. Sko. Lítið bóttum það er okkar. Já, ég var slánandi á læginu hafni, sko. En bara, það var svo skrítið bara, maður var að hlusta á hotni. Það var bara engið, það var bara eitthvað svona mínútur langt pep talk. Já. Bara eitthvað svona. Mér kannski sáu þeir bara að það er svona þurfti, hann var bara eitthvað ekki staðsettur, hann var bara að, þú veist, bara vildi ekki vera að inni eða eitthvað. Já. Það var ekki fram. Já, hann var bara ekki að nenni, svo hann var ekki, fuck this man, ég fucking fæta bara við annan og reyna að komast aftur á beltinu og betri degi eða eitthvað. Já. Það bara kom aldrei strækingin sem stað, af því Ísland bara núllaði þetta út bara með low kicks, bara low kickin hjá Ísland, svolítið bara núllaði út strækingar og svo bara, þú veist, náðum fellunum leið og reyndi, þú veist, voru einhver misefnir takedown frá Ísland? Nei, það var bara eitt í hverju lótu. Þetta er allt takedown. Það var bara eitt í hverju lótu og það var einu sem þurfti. Fyrsta takedown var svo létt, hann búið bara single, tók tippa komið, síðan hreyfist hann ekkert frá því, gauð, hann notaði enga orku, það gæti ekki að vera léttara fyrir hann. Ég held líka að Jack er svona gæði sem hann þarf að fá smá momentum í fætnum til að virkilega byrja að fokka gæðum upp. Þegar hann er komið með þetta svona eins og á móti Bilal í seinustu lótunni, svo útskiptum stans, þá er hann motherfucker til að díla við þetta ég. En hann bara fekk það ekkert, hann fær ekkert að, Ísland gaf hann ekki neitt tíma til að gera neitt. Svo fór hann líka, þú veist, að fór að skipta stansið sitt bara út af fætinu sínum og þá var hann bara eitthvað, þú veist, ennþá verri þú veist, í orthodox. Já, mér finnst hann líta svo off skilur. Já, þetta var það sko. Og þú veist, eins og líka eins og þú veist að segja, hann fekk ekkert momentum, hann er svona eitthvað alltaf á skiptum stansis og eitthvað leiðum bara í southpaw, þá bara calf kick. Svo hann drulli illt í fætunum, hann gæti ekkert skipt, þannig að það var svolítið svona alltaf verið að trufla taktin hans. Þannig að þetta var bara ömurlegt kvöld hjá Gregi JDM. Mér hefur alltaf fundist, þú veist, JDM og Nick Diaz, þeir eru bara sama manneskjan í þessu búri, sko. Það, þú veist, paceið þeirra eru undir, þá hætta þær aldrei. Þeir eru í gær og svo teknilega, má alveg segja að hann hætti, sko. En líka bara strækingi, þetta dubstep boxing, það er svona fallegt, sko. Bara að dreita hann áður en nú ertu alveg að reyna að rota hann. Það er bara eitthvað, já, 40%, og meðan hann er að reyna að rota þig og þú veist að þú ert mjög meðvitaður það, þú bara reyna að þreyta hann, síðan er þriðja rota búin að vera að reyna á þig í 10 mínútur. Þú veist ekki að geta hendinni svaka power eftir það, sko. Og þá er hann að þræfa. Það er eitthvað svona það, þá þreytt hann gæja, hann á slöggfestið, sko. Og þú veist. En það er ekkert slöggfest á móti Íslam, sko. Nei. Við hefum bara séð á móti Wolf. Já. Það er svakalega pakkað, sko. Ég er búin að horfa á svona 10 sinni. En ég veit alveg ekki hvernig Wolf fór að þessu, sko. Ég sé engan vinna Íslam. Nei. Hann er líka bara komin í Ísland, komin í hann ham bara, hann er bara fighting for legacy. Hann er bara að sýna öllum hvað hann er góður.
Ég laka til að sjá Ísland á móti Michael Morales. Ég var til að fyrir Ísland mútið Ian Gary. Ég held að Ian Gary gæti ekki verið alveg problem, sko. Hann svo bara klár, hann svona annoying klár held ég í búrinu. Hann svo góður að gera svona adjustments og ég held að hann gæti alveg verið svona problem. Já, hann finnur sér leið í kvimbarbanum, en hann nær að þróa stílinn á tímum. Það verður góð æfing fyrir Ian Gary næstu helgi að mæta Belal Muhammad. Það verður gott test áður hann fyrir Ísland, sko. Ég held að bokka vel alveg, sko. Þegar Islam og Belal eru með svipaðan stíl, nema Belal skilur að vera. Það er að sjá hvernig hann gengur mútið Belal. Ég var líka svo hissa að sjá hvað Michael Morales bara stútaði svona breyti. Ég var ekki að búast í, sko. Ég bara skil ekki af hverju Sean skaut ekki. Hann skaut ekki neitt takedown. Það var bara standandi. Hann var tekinn alveg með eitthvað tveimur bara heavy shotum. Hvað panic shootaði bara, bro. Eitthvað, þú bara rótaði. Saman með Leon Edwards. Bara ekki að standa þarna, þeir voru svona nátt allan tíma. Þeir voru bara inn í bara phonebooth. Bara þeir gæti ekki að vera nætt. Það var engin fótó en ekkert. Þeir voru bara fyrir fram okkur þaðan. Hann að fara að róta þig. Þú verður að reyna að skjóta, sko. Já, það var líka skrítið að móti Leon. Af því að Sean Brady tók hann ekki þátt niður. Það er eins og hann vill ekki versla. Leon skaut í takedown og Sean Brady saman. Það er skrítið að hann restar ekki meira. Hann er líka baki hans og hann er svo fucking sterkur í sig, sko. Ég held að myndi alveg gera bara gott setja, hann myndi ekki bara taka bara niður og reyna að subba hans og subbaði Leon Vía. Góður, það er ekkert að subba hann léttilega, Bill ánaði ekki að henn að því. Nei. Þú veist, hann bara subbaði frekar íslík og fokka hann upp, hann var 3 lútur kröður, subbaði hann síðan eftir, veist. Það átti að reyna það. Ég skynja að hann bara stafnar að fucking lúta þér. Það er svolítið ekki djók að taka Morales niður, sko. Já, hann reyndi bara að standa og bara stræka. Þú voru allan að taka hann upp búrið, skilju, eða brjóta þetta aðeins upp, skilju, að því að bara, Morales var bara grúfa, skilju. Þú verður allan að, þú verður aðeins að brjóta upp hvað honum líður vel, sko. Bara með því að, skipta tempó eða keyra hann upp búrið eða allan að láta hann, defenda takedown eða eitthvað. Morales var bara, þetta gaman. Já. Ég hef Morales sem er fucking weird power, sko. Hann er með svona tóta power, sko. Ég samt ekki Carlos næstur, við með. Carl Flores? Já, mér minni ég sá eitthvað vídeo á Instagram að hún segja að ef ég róta hann í fyrstu lóti fæ ég þá title shoti, spurði Dana og Dana sagði já. Já. Það var Það var annulóta. Ég veit ekki hvort það var. Það var annulóta. Hvort það var róta í fyrstu lóti eða róta hann í fyrstu. Það var ekki annulóta. Round 2. Jú. En sko, mér hefði alltaf finnst mjög skrítið að gefa Carlos Prates title shoti á undan Ian Gary. Já. Það ekki gerir eða. Já, það ekki. Ég verði að segja það. En það er alveg skrítið sko að hugsa JDM á móti Íslam. Svo var Valentín Shevchenko á móti Weili Zhang. Og það var eitthvað svo mikið eins sparta. Það var bara halfguard, haldaði niður í kílaði andlið. Tíma. JDM og Carlos Prates, það er bara það mann. Já. Sjá hvort að JDM verður rótaður í fyrstu lóti eða hvort það verður. Það er örugglega meina með þetta í fæðið, sko. Já. Mér langar að sjá 5 round slugfest, sko. Úff. Supportið myndi aldrei fara 5 lótur, sko. Nei, en hversu klikka á þetta? Það væri klikkað, sko. Það eru góða borðaðir, sko. Já. Ég er sammála, ég var til þess að þann fætt, sko. En mér finnst galið að láta Prates ganga fyrir Gary. Já, þann vann hann. Já, Gary er alltaf búinn að vinna og er. Gary hefur ekkert tapað með þetta. En nú mann ég ekki. Hann tapaði á Shaukat. Já, hann tapaði á Shaukat. Jú. Shaukat, lenti ekki konu sem bílslýsi eða eitthvað hann eða hann hætti að keppa? Jú, það var eitthvað. Konan og barnið hans lenti í bílslýsi og það voru einhver vinkona konuna sem dóu í þessu bílslýsi. Það var hefur bílslýsi, sko. Konan hans og barnið hans liða af, sko. Það voru einhver sem dóu í slýsum, sko. Já. Það var fyrir svakalegt, sko. Þetta var alveg grimmt, sko. En hann er ekkert hættur að berja samt, þannig ég held að sé eitthvað meiddur að því. Já, hann meiddist líka. Já, þetta var alveg proper ömurlegt dæmi, sko. Þannig já, Weili Zhang má vantilega bara fara aftur niður. Eða ekki? Sko, ég veðjaði á Weili Zhang, ég hendi bara 15 skall á hana, ég hafði ógeðslega mikið trú á hana. Svo byrjaði bardaginn og ég bara, shit, hvað Valentína er stór. Þetta verður ekki
Þetta var bara, ég sá það bara leið og þær mættust bara þarna í miðinni og ég var bara, nei. Þú veist, hún var bara alltaf stór. Já. Hún líka bara að droppa hana með hné í body. Hún sé. Ég hef ekki séð það oft, það sem að vera að keyra upp búrið, þú bara hné og anstæðingarnir bara, oh my god. En það var klíkan. En Shevchenko er bara, hvergi nærri hægt sko. Veist hvað á Shevchenko langt í það að vera kölluð bara besti female fighter of all times? Ég segi eftir, Kela hefur sem á móti Amandanum, það staðfest? Ég held að það er ekki búið að bóka að koma einhver dagsetning en það er búið að alveg tísa alveg rosalega mikið sko. Já, ég held að sé svona staðfest. Já, ég held að sé svona það er ykkur loftinn á það. Ég er bara, hún þá bara upp ef hún tekur vinna. Ef að Valentína, þetta er líka fyrir ofan. Já, við bantum við. Ef hún verður upp og vinnur það sem ég fyrir sko. Ég held að geri það ekki sko. Nei. Ég held að Shevchenko myndi aldrei gera það. Ég hlustaði Joe Rogan podcastið með tvíbrabróðum mínum, Joe Rogan. En hún var mikið á móti því að fara eitthvað upp með ting og byggja og setja á sig vöðva. Já. Ég var eins og styrði. Þú verður 37 ára gömul kona. Já. Ég myndi gera margt annað, veist. Ég er alltaf viljaður. Maður er ekkert það margir spenntir að sjá maður fæta, segja eftir þetta. Ég er alltaf öðruvísi álit heldur en margir aðrir. Mér langar að fólk muni eftir hvað ég er að gera. Ég vil að fólk veit að þetta er geggjað. Ekkert eitthvað, hann rústar eins, hann er góður, bokkar gaman. Það er fólk muni eftir mér. Já, þú ert entertainer. Entertainer, það er bara það sem við erum sko. Við erum bara entertainment business. Já. Ég myndi náttúrulega taka bara, þegar maður er ekkert þannig sé að missa mikið sko. Þú veist, þú missir í belti og missir ekki nafni. Nei. Þannig að ekki reyna að fara upp og reyna að gera eitthvað mjög entertaining. Þannig að ef hún myndi fara upp bara og vinna Amanda Nunes, þá var hún alltaf undeniably góð. Hún tapar 2 ár gegn Amanda Nunes. Þó einhverja myndi segja að hún hefði unnið fyrir viðuregnina sko. En já, það er rétt sko. Hún væri, klálega þetta góð. Ég myndi segja að ef að Shevchenko vinnur mætið fyrir Nunes núna, ég myndi spá henni sigri. Já, eftir svona langa pásu frá Nunes. Já, bandlengina frí. Ekki nema bara stærðarmunurinn verður ómikil. Já. Það getur þú Séð ekki gerast. Michael Morales sem alltaf pakkaði saman Sean Brady sem var bara einhvern veginn skugginn af sjálfum sér. Carlos Prates pakkaði saman Leon Edwards. Sáu þið hvernig hann brosti á leiðinni niður? Þú ert líka sökk að vera þarna, hún sást bara, hann var svona smá vakandi, hann bara sér hann að vera kildur bara, shit. Það er bara smá óþægilegt að sjá hann brosa þetta. Já, það var vont. Sem betur fyrir maður svona kíkti í, Carlos Prates, hann hittir ekki alveg flöss sko, það fer eitthvað svona byrjið sko og svona framhjá sko. Ef þetta hefði verið beint að neppan sko, það hefði verið bara... Líka sá einhvern hausinn hans, bandna tól svona, það spikalegt sko. Hann er alltaf að byrja með sko, hann er í slæmri fótastöðu þegar hann fær þetta högg sko. Hann er að stíga aftur í dag með fremri fætinum sínum, hann er að sjúka gaspinn á milli fótanum sinna og þú veist, og hann er kýldur og hann einhvern veginn báðir fætirnir liftast upp á jörðinni, þú veist, hann er bara, það var svakalega mistök sem hann gerði. Ég sá hann skjóta sko. Eftir fyrstu lútan hann kom bakið hans svona, skjóta sko. Hvað fannst ykkur þegar hann var á bakinu og hann var að kýla hann og Prates var bara góð? Mjög gott. Sem var bara trash talk enn tíma. Þú ert smá Carlos Prates? Það er þetta Já, ég elska Prates. En ég held að Prates hafa svolítið komist inn í hausinn á. Svona, einhvern veginn, hann svona eins og Carlos Prates hafa verið að minna Leon Edwards á hvað hann er leiðinlegur og ómissall einhvern veginn. Og Leon Edwards hafi verið svona, látið það aðeins hafa áhrif á þessu, sko. Ég veit ekki, sko. Ég ætla bara að gæsta þetta þess að
Þetta var ekkert sem hann geti gert, Mm. án þess að lemja mig. Mm. Þú myndi ég alveg fara eitthvað í hausinn á mér, sko. Nei. Ef hann myndi segja mér bara, fokk þú ert lélegur. Þú veist það, við erum ennþá í barndagum og segir þetta eftir og þá mun það fara í hausinn á mér. Þú veist, það getur alveg, þú getur eitthvað bara að drulla yfir mig í 9 mínútur, amateur. Það er skít sama, en ef þetta er sekúndu eftir barndagum, þá mun það fara í hausinn á mér, fattar þú? Já, skilji. En, þú veist, líka á þessu leveli, hann gerir svo oft, það er skít sama, sko. Já, þessum. En mér svona, þetta er svona tilfinning sem ég fekk bara þegar ég var að horfa á barndag. Mér var svona einhvern veginn að taka þetta eitthvað inn á sig. En sko, Aron, þegar þú voru að berjast, langaði þig ekkert að svara Aron? Er engin svona trash talk dólgur í þér? Sagði mér einu sinni. Ég sagði annan myndið ekki, ég man ekki hvað ég sagði, ég bara Nei, ég var bara, þarna, sagði eitthvað, ég svara hann eitthvað. Síðan í þriðju lótinni, þá reyndi að svara hann þegar ég byrjaði ground and pound. Ég man ekki alveg hvað þú sagði eitthvað og ég sagði bara, ok, fuck it, þá skal ég bara byrja að kýla. Það vissi ég að voru bara 30 sekúndur eftir og ég mun ekkert eitthvað það, ég get sprengt mig alveg núna bara á fucking fólja, já. Dómarinn sagði, dómarinn var svolítið aggressífur á að láta hann vinna, sko. Það var bara, ef það var 5 sekúndur sem er rólegt, það var bara, já, stu vinna. Sem ég veist, það er mesta skrítin. Þetta er ekki díma í þessu. Og eitthvað í halfguard, ef það eru 5 sekúndna pása, það er mjög algengt. En dómarinn sagði eitthvað, þú verður að gera eitthvað, þá byrjaði ég endalaust að endurtaka, ég sagði bara, koma náttúr, þú verður að gera eitthvað. Og síðan, þú veist, það er ánægja þegar bara, ég sagði eitthvað, þú verður að gera eitthvað, síðan horfði ég á Bjarka, hann er eitthvað að tala um mig. Ég byrjaði svo mikið að fókusa á sér líf. Það sést svo vel á streyminu, sko, ég er eitthvað svona byrjaði að fókusa á Bjarka, síðan allt í raun laga mig. Veitu, hvernig gekk ykkur að heyra í kornirinu, þú veist? Já, það var alveg, ég heyrði það í fæknum, en eftir á spurði þið mig eitthvað, heyrðirðu ég sagði þetta, ég man ekki neitt, sko. Ég er svo bara, ég heyri hvað þú segja in the moment og ég tek það, eins og þegar varst hann að lappa á svona upp vegginn, þá sagði Valentine Dragon from the Cage og þá, streyði ég bara frá búrinu, en, já, en ég man aldrei hvað fólk segir við mig eftir á hann, ég heyri það alltaf in the moment, ég heyri alveg frekar vel í, já. Ég misheyrði hvað þú sagðir. Mér fannst þetta Dragon from the Cage. Þetta hafði verið eitthvað svona valandi gíu til eitthvað svona líka og eitthvað. Remember, Dragon from the Cage. Ok. Secret move. Já, þetta. Drengin í bórinu. Hægir. En með það heyra í búinu, sko, ég alltaf verið svo fyndið það, því að í fyrsta börja, ég heyrði alveg eitthvað smá, ég heyrði, togaði hausinn, þá, kláraði hann og ég hef ekki gert það, hef ekki heyrt það. En ég heyrði alveg einhverjum hlutum í fyrsta börja, en síðan horfði ég aftur og Bjarki var, með mic á sér, hann heyrði allt og það var mikið sem ég heyrði ekki, en það var öskrað. Og núna í þessum börja, þá, ég heyrði allt. Ég heyrði í, vinn minn á vestan kom og maður heyrir í honum, meira að segja í streymi að öskra þess hátt og það getur. Drefta! Þegar ég með eitthvað fangir, þú veist, half-ass triangle, ég bara skæði ekki hvað ég að gera, sko. Það veit ekki hvað er í gangi. Og síðan, þú veist, ég heyrði í Valentine, ég heyrði í Bjarka, ég heyrði í Magga, ég heyrði allt, ég var ekkert. Ég var alveg opinn, heilinn mér var alveg opinn, ég var alltaf að pröfa eitthvað nýtt. Ég hendi í 2 spinning backfist, ég var bara, fyrsta var fyrir heimslega. Síðan overstenda ég á einhverju left-hooki að cross, ég manna ekki. Síðan okkur ekki anstæði. Síðan var ég tekið niður, það var ekki anstæði, sko. Það er reyndar, það var, þessi seinni, 1 spinning backfist, það var svo perfect, svona timing að, ég var akkurat að fara í hné í líkamann og ég fór bara í baki í staðan fyrir body. Þetta hefur verið beautiful hér, sko. Þetta hefur verið svo gott að landa, sko. Já, ef þú líka að droppa hendinni þegar þú ert að taka hné eins og já, og þá fórstu við hittir mér smá. Já, seinna. Það var kostur og gætlega því að ég er náttúrulega að reyna að ná balansinu aftur og þá áttu að koma í bodylangun, sko. Það er náttúrulega fasta.
Shit. Ég held að aðeins fengið svona gott gestapar, eitthvað svona 2 gaurar sem voru að verða, sko. Ég er having the time of my life. Nei, þókað ekki. Svo var það hérna, bara það sem að gladdi Bigga svona mikið. Já. Við erum öll Denís. Ég sýtur á núna. Þetta við gera í lók þáttarins. Þetta er gott út af það, þú er í eitthvað plast. Eigum að leiða hann að fá bara slillu eða? Ég þarf Ég klárum að gera karti, svo ég segi ekki bara, ég segi svo oft, sko, ég er svo fagurmæltur, sko, að í stæðan að segja mér bara haldi kjafti, sko, segi oft bara sjúðu sítrunu, að það, sko, andlita mér ég hata súrt stöf, sko, andlita mér hverfi bara. Þetta er svo gaman! Þetta er svo gaman! Mér finnst mjög skemmtilega að þú ert eitthvað svona kýldur í magan eða eitthvað svona. Það er líka sætt. Já, en sko, ég er ekki með þetta svona súper svona, þú fær svo mikið trýni, þú veist, þú verður svo mikið hundur eitthvað þegar þú setur þetta glott upp, sko. Þetta er bara, þetta er svona lélugur bjarnabói einhvern veginn, mér líður svona rætt, sko. En þetta er ekki það sem við söndum sko. Aha, hvað meina? Ég myndi vera hérna með bara strákana hérna eitthvað og ég heit eitthvað sítur eitthvað. Bara mæta með þetta hérna og koma þér óvart. Já. Þessu ekki gaman? Nei. Sankið á Segðan ég var bara fættur. Já. Þið eru nákvæmlega eins. Þið eru 60 menn að reyna að mynda af ykkur á öllsnum, teiknu. Svona á þínu þegar Það er bara... Þetta er myndið án þess að við erum með slátrið okkur hérna bara upp á vegg, sko. Er það Jamie? Hann er að taka maður minn, sko. Ó, shit. Það er 1-0 á milli okkar, ég ætla að minna það á það. Það telur betur. Að ég senda YouTube-link eða? YouTube-link. Á 15 lótan Fight Night. Já, ég er búinn að horfa á óþægilega oft nú þegar, sko. Já, þú var spott þar. Ok. Já, ekki gera. Þú mátt að segja það, við trúum þér ekki. Þannig að já, þú hugsaður eitt tvisvar áður en að fara að smacktalka gegn mér, Piggi minn. Þetta er sko, þessi joke fight sem ég og Piggi, joke, ekki joke, ég var tölvöld stressað fyrir þetta, að þetta er það besta sem ég á svona í bakhundinni einhvern veginn. Þegar ég og Piggi erum að rífast, maður á alltaf þetta spil. Manstu þau bara, þið munu upplifa þetta seinna, sko, þegar þið bara að rífast og eitthvað. Þið, Anton, við erum í sambandi. Já, þetta var svona opnast bara yfir síðan 322. Já. Bara 16 sekundur, KO. Nálega. En þetta var svona, þetta var einhvern svona flétta, þú veist. Maður upplifði ekkert að Darius var í einhverju hættu. Þetta er svona svolítið freaky, short, left hook sem maður hýtti bara ógeðslega vel. Þetta er ekki bara svona bak við eyrað eitthvað, nei. Jú. Og hann er búinn að vera að baða út höndunum svona, hann er svona fugl sem bara svona dó í miðju flugi eitthvað, og bara BOOM! Svo kemur eitthvað svona follow-up shot og það bara detta mér aðeins niður líka og hann er bara alveg átt, sko. Já. Ég var leið honum að taka þessu litlu, já, taktu myndi. Ég ekki taka láta. Þetta er raðað upp til stærð, sko, þetta er bara einhver tælinsku pakkar sem pakkar setur hendur, sko. Þú mátt velja hvort tekið þessa. Æ, þetta Er það að gera það núna? er þetta útvarp. Já. Herri, ok, þetta er bara, við tökum þetta bara sem síðast dagsúli. Já, á ekki að ná mér í pappír eða eitthvað, ég er ekki svona æla. Fötur, sko. Hvort haldið þessi auðveldara að fara í MMA-barta að borða þeim síðan? Það er góð spil. Ég finn traumatized af þessu stúdíógrann, sko. Staðar að Aronlegu tjóka hann í. Við borðaði sítrónum. Já, sagði hann ekki? Jó, svona rétt, svo ég held ég að það er svona rétt dóttið út. En alveg nógu mikið til að svona fatta hvað maður verður unni rugglaður þegar maður er svæður. Verður það náttúrulega. Hvað, eins og ég segi að leggja borð? Þetta er það öðmurlega sem við upplefa, sko. Svona 3 sík. Það er í svona 15 með.
Já. En nabbin hérna, maður veist ég... Allir sítrónuna. Já, hvað gerist í gæðis fyrir að senna? Svona. Það er ógeðslega ekki maður. Nei. Það er ógeðslega. Og svo ég ætlaði bara að kyngja þessu strax sko, en ég geti það ekki af því að þetta er svo þykkt og mikið. Þetta er ömur. Ég verði ekki með eitthvað lengur að þessu. Það er svo erfitt sko að tyggja og... En við þurfum ekki að tæma þetta. Ef þú veist yfir mínútu þá var að fara í stærri. Já, þetta er bara, ég kann svo öllu með að það er að gera sko. Já, Life gives you lemons. það var svo bara steinar inn í þessu og eitthvað. Það var bara þá líka. Það er eitt sítrónuna. Já, sko, þetta er ekki svona gæðasteinarskilur, þetta er ekki steinarbergs, þetta er bara umrið sítrónusteina. Ég kefti allavega lífræna sítrónu til þig. Já. Varstu búinn að þvoða þær upp úr svona matasóta og svona dóti? Nei, þetta er lífræn. Það er ekki pesticide. Svo tvei bitar eru svona cirka 1/4 sko. Mér finnst bara nappurinn hérna. Mér finnst við að semja eitthvað annars betur það. Nei, við sömdum alla sítrónuna. Ef ég hefði dabað þessu veðma við... Ég hef aldrei séð sítrónu með þessu stóra nafn. Þetta er bara túta. Þetta er bara... Þetta er bara... Klára þetta einu bita. Þetta er bara eins og einhver mamma með barn á brjósti, sko. Hei, ekki skila, þú ert að klára hann alla. Hvað er aðeins, maður? Hei, Nonni, okkur hafði verið svona mikla trú á Benedikt Darius. Ég var nú bara að vera góð við þau, sko. Já, en þetta sem maður fær fyrir að vera góð við vinnir á. Nú erum við komin 2 flokk. Stóði. Já. 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 Ég ekki að börspunni er svo umröður. Þú og þessi börskur eru þeir. Það er bara erfitt að kyngja þessu og... Svo er ég greina með eitthvað munns á líka, skilja, með svíður óslega mikið. Já, þetta er Ég ekki elska út hvað á. þetta er góður partur af, þú veist, fyrir þá sem eru að hlusta á Spotify. Já, Þetta er bara eitthvað ASMR sko. já, Einn hlægandi mann. já. En segðu mér Nói, hvað svona var það við Benedikt Darius sem þú taldir að hann gæti unnið Benedikt sem þig? Svo bara reynslan og svo bara hugsaði hann að geta betri grímu. En ég hafði ekkert við þetta bara svona, bara fæt, skilju. Þú veist líka að þau verðum alltaf að veðja og þú var svona leynilegu með þetta og svo, já, það er að passa mig upp á þetta og eitthvað. Og ég svona, Þetta svona tókst one for the team, ennur. já, ég hugsaði að þú að fá 1 sigur, skilju, annars myndir að hætta að vilja veðja með mig, skilju, af því þú er komið pulsurnar og komið uppistandi og svona. Ég vissi ekki að þú myndir mæta þetta bara með 3 pakk af sítrónum í stúdíói. Þú veist, hvað gerir það? Hengjandi upp í einhver tipamyndir og eitthvað. Við glemum sem bara hvað þú spurður. Svo mér að Ari Býring bara, já, þú var svona eins og samkynniði afi minn. Einn er skjöldmáttur og einn. Eða? Já. Og jógum. Já. Meira æðabær á enninu að hundanum. Níko hefur náttúrulega tekið í gegn. Já. Ég gef hún shoutout núna. Já, sjátt á þetta Níko 30 árum. Andlið þáttunum kemur stertur inn í dag. Það er svona byrst og súnt á sama tíma, eiginlega. Þú ert nú bara hálma. Þetta er ekki gaman lengur, sko, þetta er bara umrætt, sko. Þetta er bara gaman.
Þegar þú þakkir ykkur fyrir komin að stóka Sko, ég farið í YouTube-söguna, sko, það er bara 0 viewers. Það er allir bara, hvað er fokkan verið? Hvað, þú veist, 70 mínútur utan að sveppa, shit er það. Ég hefði undir mætekst að bara, þú veist, flippað úti með 50 lótinni eða eitthvað, sko. Það er sem ekki fáið byggi. Það versta við þetta er hláturinn þinn. Það bara, þetta fokkin gerpitrín. Orðið gerpitrín, það er þetta bara nákvæmlega þetta fokkin lúð. Ég er að byrjast yfir. Þetta er sko, þetta er fjölskylduþáttur og barða. Já, það er geggjaða helgi. Mæti svona í stúdíó í eitthvað svona bull. Sko, þú veist, eins og ég segi, ég vann einhvern næstu 200.000 kall helgina, sko, en þetta er miklu stærri sigur, sko, miklu sætari sigur, eða súrari. Svo ég bara get ekki þessa steina, sko. Það eru öll sítrónan. Þú bara tekur sem eins og þetta en þú færið það, sko. Það er bara... Ég segi, hvað segir þið? Mér líður þess að stíðan sé að stærka. En þú bara vaxið tilbaka. Ég segi að taki núna bara restina einu bita. Já, taktu þennan senasta bita fyrir Instagram, sko. Það verður bara beint á stóri á Hilbygg. Þetta byrjar í rungsafni að spila. Þú veist það er ríklegt, sko. Og það er búin að vera sko 7,5 mínúta þessi núna. Það er bara... Það var það múngluðum það. Það er 1 mínúta. Það er ekki. Þú stendur eins og hetjar. Það. Ég hef aldrei... Annars held ég sko að Benni sé sko hættur. Ég held að hérna Darius lítið bara ekki upp hanskana á eitthvað. Já. Já, það getur við. Það hefur að byrja í ASMR fyrir í svona bátum. Þetta hafa svona ASMR-dæmi í hverjum þætti. Bara gera veðmál á hverjum einstu þætti og hafa bara hérna síðan með hlátur. Allan það er gestur, þetta er búið að vera frábært fyrir mig, sko. Greið Anton María, það er bara að missa alla vinningu fyrir úr. Nei, þú veit að standa það, Það er svo óþægilegt. Eitt stóra. Já. Já. Eitt fyrir mig. Og sjó hann í kvölda. Það gerðum ekki þögn, maður. Þetta er eins og eitthvað dutta núna, sko. Þetta er ekki mál núna. Það er með ofnöfn fyrir síðan að degja. Þú þróa með þér ofnæmi bara út af þessu. Já, Það er bara að byrja alla hlustundur og áhörnundur. Það er eina áhörnundar sem er datt inn. Bara sorry maður. Þetta er vanlega ekki svona. Ég er óslega mikil bömmir og mér líður óslega illa yfir þessu. Það er bara... 2 menn að skemmtur yfir þessu og einn að reyna bara að bíða eftir að komast heim, sko. En þú trúir ekki hvað sem mikill viðbjóður þetta er. Ég held að laukurinn eða bara eggjabakki sé bara betur. Ég hef aldrei séð maður hlæja sama peysi, jafn lengi, sko. Það er bara... Gæðis. Svo ógeðslega. Svo, eitt fyrir pappa. Þú veit ekki pappa minn býmur? Hei, öll sítrónan. Það var ekki stóra stelpjur. Þetta var okkur það versta. Ég missi hann í gólfið, maður. Og þetta blöyt og við sópum aldrei hérna inni, maður.
Þetta er allt komið fyrir hann, maður. Can't believe I took the whole thing. Það er leiðilegt. Þú stóðst þessu, já. Var ekki alltaf Þú bátt? veist, 10 mínútur af þessu. Já. Ég held að það sé bara sítrónum með 50 lúna. Það er svo óþólandi. Nú er það átni, var hann tala ekki, það voru engan sens fyrir person in spaces, skilja. Herðu, bara klapp fyrir núna. Það stóð það, hvað veit það? Ég lofa hérna. Það eru Jón Frank, minn besti vinnur. Heyrðu að þú setur smá safa í auga, hækkar testosterón. Getur þú prófað það? Kannski næst Jón minn, kannski. Það er einhver halvvita einstaklega sem gera alltaf. Mm. Það er manni ekki hérna, hún er frægur fyrir það. Supreme Patty, held ég. Það er algjör halvviti. Já, þegar hann setja sítrónu í auga. Já, og síðan bara þú veist, gera heljarstöð svona í sundlu og bara einhvern svörðum og bara einhvern svona fratt halvviti. Mm, mm. Hún er frægur fyrir það, hann er skilin ekki halvviti. Núna, þetta er mitt moment til að vera frægur. Já, þú veist, hann er löngu búinn að borða sítrónuna ennþá með símanum upp í raskaturninginu, sko. Já. Það er bara í 12 mínútur. Ok. Vel gert, nefnir að gera svona alltaf saman á sér búinn. Hvað er frá mér maður, látt mér í friði. Nákvæmlega. Hvað það er gott maður. Vá, hvað það er gott. Það er mikilvægt með stótt þess að þetta. Takk. Herru, geggja. Var það ekki bara síðast í dagsfólklegurinn? Það er ekki. Það er uppsíða næstu helgi. Já. Hérna, hvað er það meina með þig? Það er hérna húkjum mótið Sarah húkjum. Já, það verður geggjað fætt. Það verður geggjað fætt. Það er ég bara byrjað að svitna þetta. Já. Þetta er hvað, eitthvað í Abu Dhabi, er þetta ekki á góðum tíma? Katar. Þetta er Katar. Þetta er góðum tíma. Þetta var góðum tíma. Svo er náttúrulega hérna Bilal og Ian Garri og það er góðum fætt saman sko. Þetta er eiginlega bara ótrúlega sko með að við áttum bara besta kart ásins síðan þetta kart er virkilega gott sko. Það er Volkan Ostermýr mótið Alonso Mennefield, Jack Hermansson mótið Mikberg Orlbæk, Spivak mótið Gassiev, Alma Bæja fyrir hana, Luke Riley nýr spennandi gæði, fullt í gangi á það. Rexat Almakan er að fara mótið Alexandri Tuporia. Það klikkaði fætt sko. Þannig að það er bara fullt í gangi á þessu fætnæði sko. Geðveikt spennandi. Geggjað. Hérna, mengar byrja klukkan 6 kvöldi. Já, næs. Það var geggjum tíma. Herru, ég ætla bara að röpum braut þættinum. Já, næstu helgi er líka Viktor Sóega. Bara láta fólk vita því. Undir 23 ára Evrópumóti. Það er að það. Hvað er það haldið? Ungurlandi, Búdapest. Já, ok. Búdapest er geggjað það. Já, samtal. Já. Gaman því. Við minnum á styrktaraðalina. Mínigarðinn og M-Fitness, Prepparinn og Yngling og Myrkun Guggatjöld. Já. Og það er geggjað maður. Og það er ekki að maður. Það held ég þessu upptalið. Þökkum öllum fyrir að hlusta á við samstættur á viku liðinu. Takk fyrir komuna. Takk að þú komst á við. Það var virkilega gaman að fá okkur. Þetta var bara, voru að duo.